Góða kvöldið og velkomin á Frelsi TV. Það sem að ekkert gerist lengur. Það er bara búið að loka búlunni, sko. Nei. En hér er mættur í djúpköfun pælarana. Hér er mættur meistari Gaui Reynberg. Mr. Gaui Reynberg, sko. Það er alltaf að skipta nöfn núna. Er YouTube eitthvað á eftir þér? Já, þetta er bara, þú veist, flókið. Já, Nei, ég er alveg látin í friði á öllum viksstöðum núna. Já. Það er enginn að taka mark á mig lengur. Heyrist eitthvað í mér? Já, ég heyri vel í þér. Þannig að það er ekkert lag. Nei, ég held ekki, ekkert svona pirrandi allavega. Það er svo skrítið að vera í Vivaldi, sko, því ég er ekki að nota Chrome. Salka með einhverja stæla hefum. Heyrðu þið, hvað segirðu, kallinn minn? Hvað er þetta? Það er bara allt gott hjá mér alltaf, sko. Þú ert að vinna? Við erum bara að reka heimili og ég er með nokkrar vinnur. Já, og svo ertu með svona in your face að ég get ekki safna skeggi lengur? Já, þetta virkar hjá mér allavega þá. Þetta er stamsari? Já, ég er með öll víkingagenin, sko. Já, ég er eitthvað. Ég fór eitthvað út af sporinu, sko. Já, var eitthvað hrist úr þér genin, víkingagenin. Já, kannski bara voru þau aldrei. Kannski er ég umskiptingur, sko. Var það bara blekking? Kannski er ég bara ekki sá sem ég held að ég sé. Kannski er ég bara að skipta á fæðingadeildinni, skilið eftir eitthvað svona skrítið afstýri með frá Síberíu eða eitthvað svona. Já, þetta veit maður aldrei, sko. Og ég var síðastur til að fatta það, sko. En er maður það sem maður fæðist með, er maður ekki það sem maður gerir? Jú, það er einhver frasi. Nú erum við búin að finna út að Íslendingar eru frákast. Já. Ég veist, það er orðið svona, það eru nokkur svona kallar sem ég hlusta á. Það er Guðjón Reynberg einhver sem er alltaf að tjá sig. Svo er það hérna Morris 108 sem er alltaf að tjá sig. Og svo fann ég núna rásinn hans Scott sem að teiknaðir Dilbert skrifbúðið. Þurfti að fara í gennum 2-3 falsrásir að hann ég fann uppalega rásinn hans, sko. Ok. Og það var mjög gaman að hlusta á hann, sko. Já, ég sá þú póstaður með ykkur, þú veist, must see. Og ég tekka á honum, ég sá hann er alveg hörkuduglegur að ranta alveg á fullu, sko. Já, hann grótar skrifbó fyrir hátið og svo er hann bara að ranta. Ég ætla að skoða hann betur, sko. Hann er að gera ranta hverjum degi, hann er duglegri, næstu því að duglegur og ég var á tímabili. Já, hann er stundum 3 ára, sko, það er bara. En hann er skemmtilegu kallinn, sko. Já, ég veit að hann er djúpur. Ég sé það bara í viðtölum, en ég er ekki byrjað að gefa sénsett þá, en hann er komin að teikna á borðið og listan. Já, svo er það svo heppinn, sko, ef ég er að keyra þá get ég hlustað, sko. Þá get ég hlustað á alls konar podcast, sko. Ég var að hlusta í gær á hann vin okkar Pettersson, ekki Viðar Pettersson heldur Jordan Pettersson hjá Joe Rogan, sko. Já. Er það þá nýlegt, veit þú? Já, það var bara alveg fyrir nokkru dögum, sko, alveg splunkunýtt. Eftir hann kom frá henni Kathy Newman, hana. Ég þekki það ekki. Já, jú, ég sá eitthvað verið að tala um það. Þeir voru að tala um það á Crosstalk. Já, það sem að Jordan tók hann alveg í nefið, sko, feminista drusluna, sko. Já, eftir að horfa á það, sko. Nei, það er svona, já. Því ég sá að það var eitthvað um þetta gender dæmi og ég nefndi því ekki. Annars hefði ég farið strax að horfa á það, sko. Já. Hvaða vesen eru á hundunum? Það er nýbúið að vera fullt tungl, sko, er ekki menn.
alveg á hvolfi eftir það ennþá. Veit ekki hvað það er, það eru núna 2 tíkurnar hérna tróðsfrá milli lappan á mér. Já, einmitt. En hérna, hvernig líst þér á nýju rásuna mína? Ég eyddi öllu efninu mínu og bara byrjaður svo upp á nýtt. Já, maður náttúrulega fann að kannast við þig, sko. Þú brennir svolítið mikið brýr. Já, til þess eru brýr að brenna þær. Sumir eru brúasmíðir, en þú ert svona brúabrennari. Já, það verður að tekka á því hvort það sé eitthvað varðið í brýrnar. Ef það er halda, þá verður það að halda þær. Brú sem ekki heldur, hún er ekki þess verið þess að ég haldi upp á hana. Ég er náttúrulega gaman að horfa á þessar áramótabrennur, sko. Já, ég er líka að gera hlutina á nýjan hátt og þetta var bara eitthvað sem að henta. Já, ég er mjög ánægður með nefnilega það sem ég er að gera, sko. Ég var að vona að þú væri það líka. Nú er ég bara sár. Ég er ekkert að kvarta, sko. Ég væri búin að kvarta ef ég hefði undan ykkur að kvarta. Ég er alltaf að hlusta, ég er alltaf bara, held ég, innan við fyrstu 5 sem að horfa, sko, þannig að ég er ekkert svo mikið í baksinu í speglinu hjá þér, ég hlusta bara á þetta strax og ég held ég sé yfirleitt innan við fyrstu 3 mér að segja. Ég er með því í bjöllinni hjá mér, þú ert svona bjöllusöður hjá mér. Já, nei, ég tók þessa ákvörðun að ég var búin að hugsa þetta í svona tíma. Já, ég er eins og að lítið í því að brenna brýra baki mér. Já, ég get ekkert útskýrt rassjónal af hverju ég tek þessa ákvörðun. En hún meikar sens fyrir mér og mér líður rosalega vel með hann. Já, einmitt. Ég er að byggja á þessu gamla efni, ég er að gera hlutin aðeins öðruvísi en áður og ég reyni að fara alls ekki yfir hálftíman. Já. Og ég reyni að hafa það þannig, ég geti gert á 15 til 20 mínútum, 10 til 20. Og ég reyni að halda mér við eitthvað ákveðið efni, að svona misjátt hvað tekst til. Já, einmitt. Og svo tek ég afrit einu sinni í mánuði. Ég er ekkert að taka, hérna, og ég splæsi þá afritunum saman. Já. Í cirka 8-10 tíma fæl. Já. Ef ég fór rantað meira en það, þá verður það bara 2 eða 3 svona collection fælar. Og þeim eru upplótað eða unlisted. Já, einmitt. Þá eru það er bara til einn playlisti og þar fara þessi collectionir. Og þá er ég núna að vinna, sko, þannig að það sem ég var að gera í fyrsta fasanum, þessi 1122 vídeó sem ég eyddi, þar var ég bara að pæla upp á. Já. Þar var ég bara að fara algjörlega stefnulaust og stjórnlaust út alla velli. Nú er ég hins vegar komin með ákveðið svona foundation þar. Ég er að endurtaka hluti sem voru þar, en nú er ég ekki lengur að hugsa upp á þetta, ég er búinn að hugsa þetta. Já. Og er svona að byggja upp bara hvernig ég sko byggja á þessum grunni. Ég ætlaði mér alltaf, þegar ég byrjaði með röddin mín, að þetta myndi ná þeim punkti að ég myndi vinna úr þessu efni, en þá ætlaði ég að skrifa upp úr því, en svo ákvaði ég það að fara þessa leiðina frekar og hafa þetta svona meira targetað. Þetta er náttúrulega hinn nýji miðill, sko. Bækur verða úreltar eftir nokkur ár, sko. Algjörlega. En ég finn hins vegar hjá mér undanfarið að það er svona, veit ég hvort það er blái máninn sem varð rauður líka. En ég finna svona þol mitt fyrir alls konar kjaftæði er að minnka, sko. Það er eins og ég var hérna eftir þetta Cathy Newman viðtal og þetta Me Too tussuæði og svona þá datt ég niður á eitthvað vídeó það sem að þannig að ef að fólk vill jafnrétti, sko, þá lítur það að vera öllum sviðum. Ég fór að datt niður á okkur vídeó og eitt svona grínskets með Bill Burr, það sem að svona bara, þá ekki orðið ásættanlegt bara kýla kellingar í andliti þegar með þetta helvítis nöldar alltaf. Bara kýldu kellingu, sko. Ég meina, þetta er svona selective jafnrétti sem þetta er náttúrulega svo mikið blekking, sko. Já. Og svo er náttúrulega spurning, sko, í lok hvers árs, ég meina það eru 97% karlmanna sem látast í vinnunni, sko.
og bara 3% af konu sem að tapa lífinu í vinnunni, þar vilja fá sömu laun. Er það ekki bara rétt að slátra konum hver mánaðamót eða áramót til þess að jafna, fá jafnrétti í útkomu þar líka, sko. Þú veist, ég get alveg stutt það bara, að það sé bara tekið úr hegningarlögum. Ég veist, það sé bara alltaf að kýla kerlingu beint í andliti. Það verði bara viðurkennt sósíal norm. Og þær myndu þá sennilega passa sig aðeins meira á hvað þær að nöldra, sko. Þú veist, sko, út frá humanista hugsunarhætti þá eru þessi rök fullgild. Já, náttúrulega humanismin bara alveg búin að skýta að drulla upp á bak. Frá mínum bæðurum séð, já. En það sem að mér finnst fyndi og þess vegna fór ég, Já, hvað segirðu? Já. Nei, já, bara þarna, þú veist, eftir að ég datt ofan á, sko, það búið að þú veist, að maður alin upp við, sko, ákveðin hugtök. Já. Og ég var að ströggla lengi þegar ég var að byrja röndin mín, sko, ef maður var að tala um geopolitics. Það svo mikið talað um the secular state. Og það einn og einn heimspekingur sem segist vera secular philosopher eða eitthvað slíkt. Og svo þegar ég var að nota þessu hugtök, þá var þetta var svo styrkt, og ég tók eftir líka fólk tengdi ekki við þetta, fólk skildi ekki hvað verið að tala um. Og svo í einhvers staðar í randinu minni og detti niður á þetta, hvað humanismi, bara þegar ég var að grúska í alls konar heimspeki. Og leiðum að detti niður á hugtakið, þá smell passar það. Og síðan þegar ég sé að það voru rosalega fáir að fatta hvað átt var við. Og þá var maður náttúrulega notar maður hugtæki þangað til það orðið manni tamt. Og þú hefur verið að gera þetta líka. Og svo langt sem ég sé þá veit ég ekki neina aðra en okkur tvo sem erum að nota þetta. Nema náttúrulega biskup Williamson. Nema hver segir þau? Williamson biskup Williamson. Já. Við náttúrulega okkar kristna bakgrunni, sko. Já. Þannig að en hérna mér finnst þetta gott, sko, vegna þess að þarna duttum við niður á svona svipað eins og til manstu þegar þú varst á síðan tíma komst fram með hugtaki Sameinuðu þjóðirnar. Já. Mér fannst það alveg brilljant hugtak. Og ég nota það stundum og svona stundum að leika mig með það eins og hvað á ég að kalla á ensku. Þú veist að þetta The United Bastard. En þú veist það svo mikilvægt að því við erum, sko, maður að fatta eitt til dæmis. Eitt sem ég búin að vera að læra á þessu randi að, þú veist, maður kemur fram með einhverja niðurstöðu eftir einhver grúsk. Stundum grúskið til þannig að það tekur mann kannski hálftíma og jafnvel upp í klukkutíma að útskýra niðurstöðuna. Eins og þegar ég var að reyna í fyrra að pæla mikið í, sko, Heideggerisma og kantisma og svona hlutum, þá var maður búin að vera að tala upp á því hátt í klukkutíma áður en maður gat nelt naglann. Og svo mánuði seinna þá gat maður ekki endurtekið það, sko. Maður var farin svo djúpt. En svo enda maður í því að sko, og maður hugsa, heyrðu, hérna ég með alveg, ég tökum þegar við náum taki á þessu hugtaki og það fullt af fólki byrjað að nota þetta hugtak. Hvað er þetta? Skjalafaldshugtakið. Já, einmitt, já. Þannig næri maður, sko, maður búin að tala kannski 10 klukkutíma, kannski 20 klukkutíma, kannski búin að tala í hálft ár, svo allt einu næri maður að negla. Já. En ég það ekki mistök að henda þessu hráefni út, það? Það náttúrulega þetta til í afritum og ég veit að það til fólk erlendis sem á afrita þessu. Já, einmitt. Ég líti á þetta þannig að sko, endurvinnsla líka mjög góð. Já, einmitt. Þú veist, það sem ég að upplifa í dag, og þetta svona kannski líka sjálfstilraun, ég meðan ég geri þetta, sko, í dag ég bara fjalla viðfangsefni dags í dag. Ég var ekkert endilega því fyrir að hitta við það.
Ég var að fara ofan í, þú veist, hvað eru frímúrarar eða hvað Musteri Salomons, þú veist, hvað eru englarnir 7, alls konar svona hlutir og þetta var bara svona, þú veist, stefnulaust. En í dag ég búinn að fara í gegnum svo marga hluti og ég er búinn að tala svo oft suma þeirra að þeir eru komnir inn í vitundina. Á vissan átt ég búinn að heilasteypa sjálf á mig. Já. Svo þegar ég tala í dag Davos, ég er búinn að vera að pæla svolítið í Davos og eyða svolítið tíma í það. Bæði að horfa á það og líka svo náttúrulega fjallum það sér skoða. Þá náunginn sem var fyrir 2 árum að pæla í ykkur, hann ekki lengur að pæla í því, hann veit núna hvar hann Þannig að þó hann þarf ekkert að tala englana 7. Þeir eru komnir inn í hans heimsmynd, þegar hann segir frá einhverju, þá hann að tala út frá sinni heimsmynd. Þetta resonerar, þannig að ég hef engar áhyggjur af því. Skilaboðin, það segir á einhvers staðar, the messenger becomes the message. Að hann hættir til að spá í, ég ekki leindilega Guðjón Reynberg, ég bara einhver náungi sem komin með einhverja heimsmynd og svo heimsmynd að fá vitund. Alveg eins og þegar við förum að tala Sameinuðu þjóðirnar eða skjalavaldið eða húmanismann eða hóksið. Það tók mig mjög langan tíma. Það var þegar ég sagði upphátt í einhverju vídeó daginn, þroski hóks. Já. Á því mómenti var ég búinn að ná hóksinu, hóksþemanu. Það tekur tíma að vinna úr einhverju, svo allt í einu það komið inn og þá getur notað það. Þá ekki lengur að kynna það, þú getur notað það og annað fólk getur tengt við það og svo með úr það. Já. Þannig að bara fasi 2, fasi 3. Því að eitt af því sem ég er búinn að læra og náttúrulega því við erum búin að vinna svo mikið báðir með ákveðna hluti að maður kemur með eitthvað, þetta einhver pæling eins og segjum bara, eins og þú segir svo oft, innheimta skatta með valdi glæpur. Já. Þetta algjörlega skýr hugsun. En það alveg frámunalega erfitt til að fá fólk til að tengja með það. Fólk reyndi þetta við kosningarnar 2016 eða 2013 eða 2016. Þá reyndu menn að pikka þetta upp, en þeir skildi ekki hugsunina. Svo þeir sögðu bara innheimta skatta ofbeldi. Já, einmitt. Já, hann Pólverinn var settur í að rugla þetta allt saman. Já. Babylons prelátin var látin rugla alifuglana. En þetta það sem eitt af því sem maður búinn að læra að þú fattar eitthvað. Þú svo bara, já, þessi hugsun hér snilld. Og svo ferðu að tala hana. Mér fannst þegar ég var að byrja að tala þjóðveldi 2012 að fólk hlyti að sjá strax hvað það var augljóst snilld, þessi pæling. Og svo fattar allt í einu, heyrðu, þegar þú ert að kynna hugsun sem óþekkt inn í hugar mengi áhorfenda, jafnvel þó skilja orðin, jafnvel þó geti skilið merkingu hugtaksins. Ef að hugsunin óþekkt í þeirra heimi, þá náður ekki að tengja við hana. Og svo byrjar maður að sjá að svona margir sem hafa verið árum saman að vinna. Svo tökum David Icke sem dæmi, hvað tók það mörg ár að kynna reptilians hugtakið. Já. Það nefnilega máli með hópismann, þar sem að 3 koma saman, þar eru 15 frímúrarar, Er þetta authentic Axel? Þetta var snið. Þetta var bara að fæðast núna. Hinn heilaga þrenning. Ég betri bæti þetta, það eru 7 frímúrarar. Það eru 15 fínt. 70 sinnum 7. 15 passar, 15 gott. Já. Það 3 og 5. Já, eða 6. Eða 6, mannlegur ófullkomningi. Þetta var gott, þessi 3 eru konir saman, það eru 15 frímúrarar. Þessir andskotar eru alveg út allt,
Já. En það þarna sem að kemur líka, Axel, sko, að maður fyrir að hafa gaman að þessu. Já, þetta svona eins og í Matrixinu þegar hann var búin að, veist, þegar hann var komin út úr Matrixinu, það var svo auðvelt að berjast við það, sko. Já. Og ég get alveg bara vitna fyrir mig, mér líður rosalega vel að vera komin út úr Matrix, vera búin að sjá þetta konstrukt, sko. Og þó maður þurfi alltaf að sinna einhverjum erindum í þessu konstrukti, sko, að þá maður huglægt alveg komin út, sko. Og ég var nú auglýst eftir draugaritara, sko, ég hefði reyndar áhuga að gera svolítið að bókum að því ég var að lýsa yfir að þær væru úreltar, sko. Og hefði áhuga að það eru nokkra bækur sem ég áhugaði að gera. Já. Og og maður leitar alltaf auðveldustu leiðinni fyrst, svo aldrei kannski enda maður á ritvélina bara sjálfur, sko. En ég líka bara alveg á fullu í þessum vefsíðu málum, sko. Og við hjónin ætlum að ég að búa til vinnu fyrir hana í þessum fata puffinware dæmi, sko. Nú hún hafi eitthvað að gera hérna heima. En það er nefnilega með saltið, sko, veist, þegar saltið fer úr hlutunum, sko, þá er allt voðalega bragðdauft, sko. Það er eiginlega ekkert í gangi svona nýtt sem að maður svona er alveg bara dolfallin yfir, sko. Þetta er eitthvað svona momentið er bara búið, sko. Já. Og maður sér reyndar svona svolítið stóra stefnubreitingar á stóra olíuskipinu, þessi fölsku fánar til dæmis, svo tegund sem var, þessi vinstri fánar, þeir eru hættir, sko. Og nú er reyndar Trump og Co. að gera ákveðna svona falska fána, þeir eru miklu mildari, sko. Og svona þessi sirkus sem var í gangi virðist hafa stöðvast, sko. Og það er bara verið að rekja upp FBI á raskatinu, sko, þá skipulögðu glæpastarfsemi sem var komin í gang þar, sko. Og sem að endurspegla náttúrulega inn í valdstjórnina íslensku, það er alltaf hreinja líka, þeir eru að drepa mann og annan með þessum overdósum, sko. Móðir var í viðtali á útvarpi Síón, hvað kallaði að saga eitthvað leys. Það sem hún var að segja bara, hún sagði bara nánast hreint út eins og ég var að segja, veist, valdstjórnin drap barnið mitt, sko. Eða strákin, soninn minn. Þannig að flest það sem að hefur verið lagt fram hérna á Frelsi TV og það sem þú hefur verið að leggja fram er bara komið fram í raunveruleikann, sko. Þetta er bara það er alltaf reykjast upp og ég skrifaði svona hálfpartinn í gríni og hálfpartinn í alvöru fyrir nokkrum dögum eða þyrfti að lista upp öll 12 sóin úr 1122 vídeóunum mínum, að það þyrfti einkaritara í fullt starf. Og þetta var sagt að hluta til í gríni, en margt af því sem ég hef lagt fram hef ég náttúrulega bara búin að gleyma það, svo margt sem ég fór yfir. En ég held ég mér hafi tekist þokkalega vel að vera ekki staðnaður alltaf í sömu hólina, heldur fara reglulega í nýja hluti, en sko maður er að horfa í dag eins og þú segir á fyrirsagnir, fréttir, atburði og manni líður stundum eins og sér heimlega verið að bregðast við manni. Og þá er ekkert endilega að segja við mér að þér, heldur það er einhver búin að fletta ofan af þessari blekkingu. Það er einhver búin að fletta ofan af þessari blekkingu. Og við þurfum að finna nýjar blekkingar, nýjar aðferðir. Og það er náttúrulega óbúslega margir eins og nefnir Morris og fleiri og ég á eftir að skoða hann kall Ridley Scott eða Scott Ridley. Nei, hann heitir Scott. Man ekki hvað hann heitir meira en Scott. Það er fullt af fólki sem er að stökkva þessa járnbrautarlest eða þessa rant train.
Það sem venjulegt fólk bara að segja frá því sem það sér og leggja saman 2 og 2 og finna út allt frá 3,7 upp í 4,5. Og það svo margir farnir að leyfa sér að efast eins og með flatjarðarpælingana. Ég nú nýlega listi því yfir að hún var hreinlega heimskuleg. En hún hefur ekki móðgað neitt. En mér finnst, reyndi nú útskýra hvað ég á við, að mér finnst að við erum ofta að eltast við chemtrails eða flatjörð frekar heldur en eitthvað sem að kannski sé veigameira. En það alltaf bara mín skoðun, þú veist, þetta mjög veigamikið fyrir þeir sem að pæla í þessu. En það einmitt þetta sem að gerast, það svo margir farnir að leyfa sér að efast allan andskotann. Og það finnst mér rosalega mikilvægt. Nú horfi ég stundum á Niall Ferguson, gaurinn sem að skrifaði, fékk leyfi til þess að skrifa ævisögu, Kissinger. Hann skrifaði þarna bók sem heitir hvað The Tower and the Circle, The Square and the Tower, eitthvað svoleiðis. Og bók hierarchies and networks. Hann hefur verið að pæla rosalega mikið í networks. Og þetta náungi sem boðið á Davos og Bilderberg og getur sagt okkur það bara 2 ár face að það eru engin samsæri þarna og engir frímúrarar. Og svo eyðir hann hálftíma í útskýra fyrir þér að Illuminati hafi bara verið til í 20 ár og minnist ekkert á frímúrarar. Já, gaman að kallinu. En það sem áhugavert að hann býr til þessa bók hierarchies og networks og pælingarnar í tengslum við það eru mjög áhugavert. Ég hef gaman að þeim. Og hef verið að græða svolítið á því að hlusta á hann. En í einum fyrirlestrinum sem hann var mjög skemmtilegur hjá hann, þar einmitt tekur hann tími að teikna upp mikið að myndum af svona networking. Já, einmitt. Og hann tekur nokkuð dæmi dæmi það hvernig menn geta farið offari og búið til fellega fáránleg networks. Og það laumar hann inn Bilderberg og Illuminati og öllu því dæmi myndinni frægu sem við erum svo hrifnir af. Já, einmitt. Og segir, hérna sérðu dæmi það hvernig conspiracy theoristar kunni ekki að teikna upp networkmyndir. Og gerir svona grína þeim, þú veist, þeir fara bara með þessa þeóri og þessa þeóri og þessa þeóri. Og ég sagði, þetta ekki mikil snilld að þú veist, blása sjálfan sig út á kostnað annarra. Því staðreyndin svo að conspiracy theoristar og conspiracy analystar eru rosalega mikilvægir. Ef við hefðum ekki þetta fólk, þú veist þó að ég sé ofta að plammera ykkur samsæringana, ég hefði ekkert að tala ef að þessi vinna væri ekki unnin. Já, ég náttúrulega ég kallaði mig náttúrulega samsæringi upphæði bara til þess að markaðssetja mig, Því ég sá náttúrulega að þetta var trend sem var að koma, En hins vegar er gott að hafa það sem sannar að reynist, og þá það eitthvað sem maður reynir sjálfur fyrir sjálfan sig, Og það svona mórall sem að hefur alltaf verið í þessum samsæringabransa ekki trúorðið sem ég segi, fyndu út úr þessu sjálfur eða sjálf. Ekki láta mig segja hvernig jörðin eða hvernig hlutinir eru, En hann heitir Scott Adams, kallinn sem við erum að tala. Scott Adams. Scott Adams. Rásin hans heitir Scott Adams Says Periscope. Scott Adams Says í einu orði og svo Periscope. Skrítið nafni á honum, en alveg snilldar gott dæmi. En Já, hann ekki með svo mikil views. Það komur óvart. Hann með svo lítið subscribe, Það því að hann með svo marga sem að stela á honum, Og það þetta hluti af þessu prógrami hjá YouTube núna með að henda öllum út, að þeir eru að stoppa þetta, Og þú getur opnað rás og sett hann í monetization strax og svo bara stelur frá fólki og keyrir vídeó þeirra fyrir auglýsingatekjur, Já. Og þarft, hvað var 1000 áskrifundur og 4000 klukkutímar hlusta, það tekur svolítið tíma að ná því, Já.
menn að tala að þeir sem eru raun content creatorar, þeir munu fá meiri pening út úr þessum breytingum, sko. Ekki það, mér svo sem alveg samótið, þótt ég tapi þessum báðum þessum dollarum, sko. Sé ekkert stórt tjón í því, sko. Já, ég ekki í þessu fyrir það og ég þú veist, ég nenni ekki að pæla í því og ég til þess horfi aldrei á rásir sem byrja á auglýsingum, aldrei. Ég fyrir strax út af það, ég bara nenni þeim ekki. Nei, ég læt auglýsingarna spila þannig að kreatorinn fái peningana, sko. Já, það er bara svona, hver og einn hefur sína aðferð og ég segi stundum við sjálfum að ég akkur ekki með þess að segja, sko, svo segi nei, þetta fyrir töðarnar á mér og svo ég ætla bara ekki að velta þær og þessu rásir. Nei, en hvað varður rásinnar? Var YouTube eitthvað að rekja þið með rásinnar eða? Nei, ég var bara komin á þann stað og mér fannst ég vera búin að segja allt sem þú veist, mér fannst ég vera búin að koma frá mér öllu sem mér fannst eitthvað varð í. Mér fannst nógu margir vera búin að sjá það til þess að ef það væri eitthvað sem ég hefði sagt sem væri markvert, þá myndi það annað hvort fara á stað eða ekki. Og mér fannst ég vera líka, þetta var búið að vera að taka mig 2,5 eða 3 ára að byggja þetta upp og ég segi, þetta farið að vera sko, markmið í sjálfu sér. Veist, hvað voru margir sem horfðu á síðasta vídeo og hvað eru margir ásköðundir núna, vakti eitthvað viðbrögð og sagði eitthvað markvert, bla bla, þetta var orðið, veist, maður var ekki að, sko, og maður var farin að, þú veist, þetta virtual reality var farin að vera, þú veist, lífið, tilveran. Mér fannst þetta vera bara orðið fangelsi. Og ég varð að brjóta þessa lekki utan að mér. Og til þess að gera það varð ég að fórna einhverju til þess. Og eins og með íslensku rásina mér fannst sko, þú veist, með bara röð af ákveðnum hugarfarslegum íventum í samskiptum við fólk og af öllu tagi, engin einn einstakur og engin sérstakur hópur, þetta er bara öll breytin. Mér fannst orðið það sem ég var búin að vera að gera á íslensku rásinni mér fannst það vera ómikils virði til þess að vera þarna. Og með enska efnið, það var ekki svo hugsun, heldur ég mun mjög líklega að halda áfram að ranta í einhverju formi eða skrifa, en þá hef ég bara sjálfur úr einhverja móða til að vinna. Sumt sem ég sagt í vídeóm var ég að segja, vitandi það áhorfandi geti sjálfur googlað. En ég vil til að með skrifa til dæmis þetta með Al-Aqsa-moskuna og það dæmi. Ég tala mikið Al-Aqsa-moskuna og það dæmi og þriðja musteri Salomons. Þetta hlutir sem skiptir mig miklu máli. Og þetta alveg pottþétt hlutir sem að ég hefði ekki viljað eyða, sem þýðir ég mun á einhvern hátt finna leið til að koma þessu inn aftur. En ekki þeim vídeóm sem ég var með og í þeim formi. Sömulegis mjög mikið af pælingunum í tengslu við herónana. Það er mjög mikið af efni þar sem ég hef unnið úr sem að mér finnst mjög mikilvægt að sitja til. Aftur sama niðurstaða, fullt af fólki tengdi við það, fullt af fólki mann hvað ég talaði og ég get unnið úr þessu upp og nýtt. Þannig að, þú veist, þetta svona þú veist, maður þarf að taka ákvörðun, hvað ég búin að gera, hvað ég stattur, hvaða máli skiptir að mig, þú veist, ég að taka bílinn minn í gegn, þú veist, ég var ekki að sinna bílnum mínum, þú veist, laga ýmislegt með bílinn minn, þú veist, nú er hann komið með skoðun næstu 18 mánuðina, en þú veist, það kostaði átak að vinna úr því, sko, þú veist, ég að hreyfa mig nógu mikið, ég hugsa matræði, þú veist, hver balansinn í þínu lífi, þú veist, vegna þess að þú ert kannski, sko, ég náttúrulega að verða að trúa á það sem ég að gera, ég trúi á þau efnistök sem ég verið að vinna með og ég hefði ekki verið að leggja orku í þetta ef ég teldi að það væri einskis virði. En það er komin þessi tímapunktur að þú hugsar, heyrðu, hvers virði raunverulega er það fyrir þig sjálfan og hvað ætlar að gera við það, hvað ætlar að gera úr því, hvað fátt á það að spila í þínu lífi. Í dag er ég 51 árs gamall, hvað ætla ég að vera með þetta eftir, segjum, 10 ár, 20 ár, ætla ég að vera ennþá rantandi eins og Alex Jones eftir 10 ár, með 7000 afskrifundir. Alex Jones er náttúrulega komin alveg út af sakramentinu, sko. Já, það er það sem ég átti líka við. Hann er hann er bara
áróðuspleppi fyrir síónistan, sko. Já, hann það. Og hann Mercer, fjárfestin Mercer. Já. Maður sér svona hluti, eins og sjá til þess Neil Sanders, gaur sem ég var ánægður að ég fann. Og ég fann hann í gegnum Morris. Morris hafði verið að taka nokkur viðtölu hann, sko, 2013. Og ég keypti á honum eina af þessum 3 bókum sem hann að skrifa og það var bara fín fjárfesting. Sem að Morris hafði skrifað, eða? Nei, Neil Sanders. Já. Hann skrifaði 3 bækur, hann selur þær í gegnum Amazon. Já. Hann áreitar persónulega hvert eintak sem ég keypti á honum. Já. Og þannig ég hef alveg ánægður með hann, sko. En þessi gaur til dæmis, síðustu 5 ár, þá var hann bara búinn að tala 3 þemur. 1, 2 þemur. Hann svolítið fastur á sama stað, sko. Ég vil ekki festast þannig. En hvort ég get staðið við, það veit ég ekki. En allavega, mér líður vel með þessa niðurstöðu. En svo náttúrulega kemur inn í þetta líka, þetta með hópisma. Ég vil nú frekar kalla það konformisma. Af því að ég svo uník með kúi. Já. Enda rá ég einkarétt á orðinu hópismi, sko. Ding! Þetta borgar royalty alltaf þegar þú notar orðið, sko, þá bing! Kemur reikningur. Gjaldheimtur öskunin, sko. Já, gjaldheimtur öskunin. Það orð sem á eftir að festa sig. Það enginn að tengja við það ennþá, það orð sem á eftir að ná. Þú átt það. Ding, það klikkaði hjá þér. Ding. Það klikkaði hjá þér, sko. Ég að reyna að koma því á framfæri, þá eftir að resumera. Já. En við erum, já, þú veist, maður fattar sko allt einu að, þú veist, það er ákveðin sálfræði hjá fólki og það er náttúrulega mengi af sálfræði hjá fólki. Og maður byrjaði þannig að maður vildi hafa áhrif. Maður var að vonast til þess að það sem maður var að gera gæti haft ykkur jákvæð áhrif á þá menningu sem við búum í. En svo lærir maður að það er ákveðin fullt af sálfræði. Það er heilt mengi af sálfræði þáttum sem kom inn í þetta. Og maður fattar að þetta með messiasarkomplex ríkisins, sem ég var mikið að pæla í fyrra tímann, þegar ég fattaði að messiasarkomplexin er ekki ég eða þú, hann er sjúkdómur sem við erum aldur upp í. Og partur af því eins og lýst þér áðan að vera komin út úr þessu, að hugsun mín er komin út úr þessu. Þú ert búin að hreinsa hugan af messiasarkomplexinu. Þetta er svolítið svipað eins og til dæmis þegar það vakti við svolítið til umhugsunar einn rabbíni sem ég var að hlusta á daginn. Það kannski útskýrir þetta betur. Rabbínin var aðeins að fjalla Móse. Nei, hann var að fjalla Jóbsbók og ég hef alltaf gaman á umfjöllum Jóbsbók. Og Jóbsbók er svona einfaldlega flókin. Eða flókið og einfalt í einu. Og náttúrulega þetta er eina af elstu bókum mannkynsins sem vita sér til. Það veit enginn hvað þessi saga er gömul. Snilldargóð saga alveg. Algjörlega. Og hann er svona fjallum hana og hann kemur að einum punkti þar sem hann segir sko þegar Guð er búinn að svara Jób úr rykskýinu, slá ryk í augu. Hafni vinur okkar er búinn að vera að nota þetta svolítið, ekki lesa rykið og ég fór að nota þetta svolítið og þetta er mjög gott, góð pæling. Hvað slær ryk í augun á þér? Þegar Guð er búinn að svara Jób og hann er búinn að skamma vinina 3 og verðlauna 4. vinin hann að unga úr rykskýinu, þá kemur ákveðin niðurstaða sko, sem að Jób vill fá ákveðna svona, við vitum að sagan segir hann hafi svo eignast allt 2-falt aftur. Sko. Var ekki 6-falt? Ég man það ekki, en Jób sem að fer svolítið fram á hann eigi að fá eitthvað fyrir að hafa farið í gegnum alla þess erfiðleika. En svarið sem hann fær er í rauninni, ég gef blessun eða fjarlægi blessun eftir mínum geðþótta. Og rabbíninn kemur inn á að Móse lendir í þessu sama.
Þegar Móse búinn að vitna fyrir faró, hann búinn að labba í gegnum eyðimörkina, fara í gegnum Rauðahafið, þvælast á fjallið og slást við gullkálfinn og lemja klettin með stafnum og allur þessi pakki, sko, að þá lendir Móse í því að hann langar í eitthvað fyrir sjálfan sig en fær sambærilegt svar. Og Jesú til dæmis lendir í þessu sama. Jesú lendir í því að hann segir á krossinum, ég vil fá eitthvað fyrir sjálfan mig. Ekkert, og fær ekkert svar. Og á vissanátt lendir Elías spámaður í þessu líka. Þegar hann fer á fjallið eftir að hann búinn að gera alveg hrikalega mikið af flottu vitnisburði og segir bara á fjallinu, ég segi upp. Og svarið sem hann fær ok, þú átt að ráða þennan þagna og þjálfan í djópið. Já, ég veit. Og þessar, sko, þú leggur þetta saman í svona samlöku, þá segi ég, sko, niðurstaðan svolítið að þarna á þessum tímapunkti fatta munin á því að predika yfir sjálfum sér eða predika yfir hópistæðarliðinu. Meikar þetta sens? Já, sko, það hinn tradiski veruleiki í þessari vinnu, Frelsi TV vinnu eða Gaur Hreiðberg vinnu. Hinn tragiski raunveruleiki að þetta vanþakklátt, launalaust eða launalítið starf, sko. Og þá vill nú samt þakka þeim sem hafa stutt mig, sko, sem alveg frábært, en það örfáir, sko. Og þetta telja á fingrum annarra handar sem að styrkja mann í þessari eyðimörku göngu, sko. Þannig að spámennirnir éta alltaf bara engisprettur og eða skordýr og eru bara úti það sem allt frýs, sko. Og það einmitt það sem við tala þessa gaura, sko, að þeir einhvers staðar rennur upp fyrir þeim að það óbúslega lítil uppskera fyrir þá í þessu dæmi, sko. Já, og að fólki sem þeir eru að tala til, hvort sem að þeir fá konvertera eða þú veist, meðhlaupara eða andstæðinga, að þú veist, það einhvern veginn ákveðið tilgangsleysi. Já, einmitt. Allir vitnisburðurinn sem hún gefur á niðurstaðan að þú ert að gefa vitnisburð fyrir sjálfan þér, sjálfan þér. En þú getur, sko, sama tíma, þó ég sé að reyna að útskýra þetta, ég að heyri sjálfan mig segja svo hluti og það eins og sá partur af mér sem að segja orðin, að þetta meikar alveg sens fyrir honum, en sá partur af sjálfum mér sem að hlusta á orðin að hugsa hvaða vitleysa er til. Ég skil ekki hvað það segja. Já. Og það er svona ákveðið, sko, Milan Kundera, hann skrifaði bók sem heitir hræðilegur léttleiki tilverunar. Eitthvað svoleiðis. Sem að gera svo fræg bíómynd. Ég las bókina út af því að ég sé bíómyndina. Og bókin allt öðruvísi en bíómyndin. Þetta alveg tvennt ólíkt. Sömu persónur en bókin skrifuð sem decentralized network af köflum. En bókin sett upp í línu, eða myndin sett upp í línu. Að lesa bókina, þú ert eiginlega ekki með neitt sögu þá, þú ert bara með eitthvað svona innri hugleiðingar. Ég las aðra bók eftir Milan Kundera og þar skrifaði hann sögu. Og ég segi, já, heyrðu, hann getur skrifað sögu. En í óbærilegum léttleika tilverunar að þá einmitt lendir í þessu sama, þú ert staddur í einhverju hugarlandi sem annaðhvort meikar sens fyrir þér eða ekki, en hvort það meikar sens fyrir öðrum eða ekki, það kemur engum við eiginlega, það skiptir engum máli. Það náttúrulega, sko, eins og mín kenning með landnám Ísland, sko, að sagan byrjar þegar öndvegissúlurnar koma til landsins, sko. Já. Að þú veist, ef að tré fellur í skóginum og enginn heyrir að falla, féll þá tréð yfir höfuð. Já. Sko, það virðist vera, ef þú ert ekki
inn í musterisreglunni eða í frímúrgrenssunum, þá ertu bara ekkert með í sögunni einu sinni, sko. Þú bara ert ekki til, sko, bara svo tré sem fellur í skógi og enginn heyrir það sér, sko. Já. Og Og það er svolítið sorglegt, sko, og svo taka þeir þessa visku sem að við erum að yrkja, þú veist, og fleiri svona fuglar eins og við sem erum að yrkja alls konar fínir í, sko. Svo bara raka þeir þessu saman, sko, og sita í eitthvað gaur eins og Einstein eða Leonardo da Vinci eða eitthvað svona Gandhi eða Jordan Peterson. Já, eða Emmett Peterson, sita bara það allt í eitt svona gaur sem er þeirra maður, sko. Og þá hafa þeir kontról á eða hann tölvugervillin, hvað heitir? Já. Þú veist, þeir sita þetta bara í eitt svona tappa, sko, og þá hafa þeir kontról á söguþræðinum, sko. Já. Og við erum bara svona sandgót sem gleymast í eyðimörkinni, sko. Og þess vegna, sko, manstu þegar ég var að pæla mikið í því fyrra og hitti fyrra að nafngiftin á Ísland og Grænlandi hefði verið gert til að blekkja fólk með eitthvað. Já, slá ryki í augum fólks að okkur sagt í skóla að nafnið Grænland hafi verið búið til að Eiríki rauða til þess að lokka fólk til Grænlands. Og ég fór þá að pæli, er þá ekki alveg líklegt að þeir sem gáfu nafnið Ísland hafi verið að gefa þetta nafn til þess að fæla fólk frá landinu? Nei, það getur ekki verið, þetta er svo æðislegt land. Okay. En þá fór ég að pæla mikið í þarna Helluland og Markland og Vínland og þær pælingar og þær þekkir ég rakti þær svo áfram og er komið með heilt fjall af útskýringum á hlutum sem að mér finnst make a sense og allt það. En þegar ég var að vinna með það, þá varpaði ég fram þeirri hugmynd í einu vídeó. Ég sagði, býttu, Ísland og Grænland eru nöfn búin til þess að slá ryki í augun á fólki, til þess að sumir stoppi á Grænlandi, sumir stoppi á Íslandi og enginn fatti Helluland. Að það voru einhverju ákveðin hópur manna að fara til Hellulands en þeir vildu ekki neitt kemur á eftir sér. Og þá hugsaði ég að það getur ekki verið vegna þess að sko kjarnin úr besta fólkinu fór til Íslands og það er sjálfsblekking. Ég gat ekki leyft mér að hugsa þá hugsun til enda því þá varð ég að segja eins og hann sagði hann Gunnar skátahöfðingi, pappinn er Þorgerður, Gunnar Eyjólfsson, þegar hann sagði norðmenn ráku til Íslands þjófa og ræningja, nauðgara og þjófa og ræningja og ómerkilegt hyski. Nei, það getur ekki verið. Við vorum í Þingvelli og sögurnar og ljóðin. En svo var ég að hugsa þetta daginn, ég skrifaði þetta á Facebook, þeir sem komu hingað áttu að geta gert alla þá hluti sem þeir gátu gert, í dag getum við ekki jaksitt og við eigum að vera betri en forföðurnir af því við höfum tekið framförum. Þetta er lið sem var kastað úr bátunum. Íslendingarnir eru afkomendur fólks sem ekki sigldi til Íslands, það var fólk á leiðinni til Hellulands sem að fleygði hisminu í land á Íslandi og ef einhver myndi fatta að það var bara hismi á Íslandi og þetta var bara svona geymslu fanganýlenda fyrir aumingja og heimskíkja að þá var búin til Grænland svona fyrir þá sem myndu vilja fara aðeins lengra. Þetta make sense fyrir mér í dag ef ég skoða þróun gáfnafarsins á Íslandi. Já, ég hins vegar sé þetta omvendt, sko. Þú sér nú hvernig Me Too er að gera alla að nauðgurum, sko. Já. Allir kallmenn sem geta ennþá fengið stampínu svona skamlaust, þeir eru allir glæpamenn, sko, og nauðgarar og viðbjóður. Þannig að þannig ertu hugsanlega bara vitnað í gamla Me Too herferð, sko. Ég sé þetta alveg omvendt, sko. Ég sé að við víkingar, íslenskir víkingar erum svona síðasti hópurinn af fólki sem að hljóp undan helvíti skattheimtu geðveikinni, sko.
og og sem sagt og það var fólki sem var kallað glæpafólk sem vildi ekki vera undir öðrum þrælara annara. Ef þú borgar skatt gegn vilja þínum þá ertu þræll. Og þannig að ég lít frekar þannig á að við séum the last free man standing sko. En svo þarf það að sko að í enskunni sko mikill galdur spelling að sko þegar þú segir I wanna be free þá ert að segja ég vil vera ókeypis sko. Og þannig að það mikið í enskunni sem svona sko, þú veist, þegar að fólk að biðja að vera ríkisborgarar þeir eru að segja að við viljum borga fyrir elituna sko. Það að vera ríkisborgari sko. Og sko víkinga og þessi trú víkinga sem sagt ásatrúin og svona svona alternativ heimsmyndir sko sem þeir tóku með sér að það viska víkingana sem að endaði á Íslandi sko var síðan tekið að miklu leyti til Kaupmannahafnar og brennd þar, hvað var það 1600 eða 1700? Kringum 1710 til 50 sem að braunin var eitthvað 1748 heldur. Ég man ekki, eða 28, manna ekki. Já, þar var mikið af þessari visku bara hreinlega brennd. Já. Og þess vegna þurfum við að skynja þetta í okkur sjálfum einhvern veginn og þaðan tel ég til dæmis að þessar hugsanir mínir að koma sko að þessi skýra hugsun að borga að innheimta skatta með valdi eða ofbeldi glæpur sko. Að þetta kemur frá þessum arfi tel ég. Og ég er búin að vera horfa á Vikings á HBO, ég sko með 2 tölvur þannig ég stundum læt bara bíómyndir spila sko meðan ég að vinna í hinni tölvunni. Og þetta Vikings sko, þetta og svo horfði ég á Game of Thrones sko og þetta bara sama drullumallið sko. Víkingar allir bara eitthvað svona Hollywood plebbar sko. Men það verið að auglýsa það að víkingar hafi verið eitthvað svona Hollywood plebbar sko, sem algjör vitleysa sko. Og Viking þýðir við konungar sko. Þegar að farisegar og fræðimenn voru að segja já þið þurfa að kaupa svona fyrirgefningu hjá okkur sko. Þegar við erum umboðsmenn Guðs þá sagði Jesú bara Guð faðir minn sko. Ég þarf ekki að kaupa pappa sko. Það bara hrundi þetta drullumall fariseu og fræðimanna sko. Sama hef ég gert sko. Þegar þeir segja að þú þarft að vinna fyrir peningum og borga skatt og eitthvað slíkt og segja betur ég með reikningi á hinn himneska föður líka sko. Þú veist hvað þetta meina? Ég er bara með ávísun þetta sko. Að sko það eiginlega bara á Íslandi og það tel ég vera ljós úr norðri það sem þessi hugsun eftir sko. Það bara I'm the last man standing. Og víkingar voru sko, þeir vildi frekar búa í Moldakofa heldur en að vera þrælar eitthvað sko. Og þegar menn að tala þess að þræla og allar þessar lygasögur musteris plebbana sko, þetta var náttúrulega bara þegar þeir komu sko. Með súlunar sínar og allt helvítist drullum allir sko. Þeir bara að lýsa sjálfum sér sko. En víkingarnir, the original Vikings bara einn plebbi með það land sem hann getur pissað á sko. Og that's it. Lífið ekkert flóknar en það sko. Það einmitt það sem vandinn við þetta frelsi, þetta ókeypis ástand að ganglegarnir, konformistarnir,
þeir sem samlöguna fólkið, sem samlagar sig í einn hóp, að þú endar á að standa einn gegn þeim. Já, það náttúrulega það sem að Biblían segir, sko, hvernig orðar hún þetta, að vera saklaus sem dúfa og vís sem snákur, eða hvernig orðar hún þetta? Jú, slægur sem uppgormur. Já, að sko, þetta bara sama og með bara alkohólisma, sem ismi, takt eftir því, trú á alkohólið, sko. Að, þú veist, þegar einn hættir að drekka, þá pirrar hann alltaf hina svo mikið, sko. Að það náttúrulega hópista fyllerið, það rosa mórall, sko, ef einhver hættir á hópista fylleriðinu, sko. Þá það bara alveg ómögulegt, sko. Að þú þarf náttúrulega að vera falslaus sem dúfa og kæt sem snákur, sko. Þetta ekkert auðveldur vegur, sko. Og sko, hvenær drepur maður mann og hvenær drepur maður ekki mann, sko. Það stór spurning, sko. Hver sagði það aftur? Jón Hreggviðsson. Já. Þegar drafst embættismaður upp á Heiði. Óvart. Á einhverju fylleri, það vissi enginn hvernig hann drafst, víst. En sko, eins og ég segi, sko, ég fann að sjá einhvern veginn bara, þú veist, ég fann að sjá allir sko samningur kalls og konu, eða kall og kona og þetta, það sko ákveðin svona náttúrulega jafnvægislist, sko. Að sko kallinn þarf að sko, það fyrst balansin svona og svo hann svona, sko. Að þegar konur eru ólétt og fleira slíkt, sko, þá breytist svo mikið, sko. Já. Og þetta svona alveg vegasalt, sko. Og samningurinn sko, að þegar þetta svona, eða þegar þetta svona, að þá stendur okkar samningu eftir þessum áður, sko. Kallinn getur dælt niður börnum þá hann dettur niður dauður, sko, konan getur það ekki, skilur, og þetta ákveðið vegasalt, sko. Og þessna hjónaband samningur til þess að bregðast bara við þessu náttúrulega vegasalti, sko. Og núna ganga konur í bæinn og segjast vera druslur, sko. Og síðan gangast þar berbrjósta og segja fríða nippul og svo segja það me too að það svo vondi kallar að horfa á okkur og klípa okkur í rassinn, sko. Og mitt viðbragð við þessu bara í andlitið á svona fólki, sko. Þú veist, ég meina, þú veist, Ég meina, hver ber virðingu fyrir druslu? Og svo nú stór hópur af þessu fólki bara svona, já, bara ekki múslima og ekki útlendinga, þeir eru búin að drepa alla Íslendinga við Hringbrautina á fjöldamorðadeildinni þar, fóstureyðingadeildinni. Og þú veist, svo gangið bæinn og segist vera druslur og svo kemur bara fullt af múslimi sem alltaf nauðga ykkur og við íslenski kallinn segja bara fínt, við ætlum ekki að hjálpa ykkur, sko. Við berum enga virðingu fyrir ykkur. Akkurat. Við förum að bara tala fyrir lagasetningu það, við megum bara kýla ykkur í andlitið þegar þið farið í taugarnar á okkur, sko. Jafnrétti. Það bara sanngjarnt, menn ef kallmaður eitthvað að nöldra á vinnustaf, farið bara út á kjaftinn, sko. Ég meina, af hverju ekki konu líka, ekki verið að tala jafnrétti. Þannig að, sko, þú veist, ég meina, þegar, þú veist, það sama fólkið, sko, sem að segja, já, þessir múslimar svo vondur og þeirra nauðgöllum kelling sem alltaf bara lygi, sko. En sko, það vita allir það, ef þú nauðgar múslimskri konu, þá kemur bara gengju eftir þér og sker undan þér, sko. Þeir verja sínar konur, sko. Og þar ber fólk virðingu fyrir hvort öðrum. Við vestræni kallar, við segjum bara, já, blessa, nauðgið bara sem druslum eins og við viljið, það kemur okkur ekkert við, sko. Við ætlum ekki að skipta með ræði, sko. Og það náttúrulega það sama sem gengur yfir metrosex kallana, það sem ég stundi kalla einnestingar sem í rauninni hálfkonur,
þeir bara jarma með okkur feministunum. Ég veit að ég bara taka fram að við erum að gera hérna sko greinarmun á metrosex fyrirbærunum og alvöru karlmennum. Ég skrifaði daginn á fésið hjá mér að því ég verið að pæla í svipuðum hlutum og hérna ég var eitthvað að velta þessu fyrir mér einmitt daginn, mjög ekkert ósvipuðum hlutum og ég endaði á þeirri niðurstöðu það engin karlmaður til lengur. Þeim fækkar, reyndar er nú það nú kannski full djúpt í árinu að tekið, en þeir bara láta lítið á sig bera kannski. Já, maður tekur djúpt í árinni þegar maður að koma á framfæri einhverju hugsun sem nýstarleg. Þegar ég segja að það engin karlmaður til lengur, þá átti ég við það engin karlmaður í okkar samtíma og þá ég ekkert bara að tala Ísland, ég að tala Evrópu, Bandaríkin, ég að tala víða á Indlandi, víða nánast allstaðar í Suður-Kóreu og Japan, Tævan, þessum iðnvæddu lýðræðisríkjum, ég veit ekki með Kína, því það náttúrulega húmanistaríki. Ég veit að Rússland hefur verið að endurreisa karlmennskuna. Fullt af fólki heldur að að karlmennska sé sama og ruddaskapur, það ekki. Við erum ekki að tala ruddaskap. En mér finnst bara þeir sem að láta taka af sér karlmennskuna eru bara kettlingar sko. Það akkurat það sjá við, að við erum núna í dag með karlmenn sem eru aldir upp í annan ættlið, önnur kynslóð. Ef við teljum bara síðustu 70 ár, frá 45, þá hefur engin karlmaður haft karlmannlega fyrirmynd. Og þeir karlmenn sem hafa viljað rækta karlmennsku og viljað hafa karlmannlega fyrirmynd, þeir eru kveðnir niður, bókstaflega. Og við erum að sjá mjög skýrt og skemmtilega í þessari MeToo-byltingu, ég trú ekki ef ég notað þetta orð, þessu MeToo-áróðri, að það eru allir karlmenn sem að tala opinberlega, þeir syngja með þessum kór. Og það enginn sem að þorir að segja, Viðar Jóhannsson þorir að segja hvað þetta Ég held reyndar að þetta sé vendipunkturinn þegar að þetta pakk gengur endalega fram af fólki sko. Ég held að þetta hafi bara þetta bara svona, já, ok, það bara ekkert að marka sem þeir að blara sko. Ég búin að sjá mjög mikið á konum vera byrjaðar að tala þetta. Já. Ég sé víða í athugasemdum að konur eru að skrifa athugasemdir á móti þessu. Og það var nú hérna kona sem að rantar einhver vídeó bandarísk sem heitir eitthvað Single Mom eða eitthvað svoleiðis. Ég man ekki hvað hún kallar sig, hún með mjög vinsæl vídeó, ljóshærð, einstæð móðir. Ég veit ekki hvort hún einstæð móðir, en hún allavega 4 barna móðir, segir hún. Hún gæti verið leikari. En þarna var allavega kona sem að hakka þessa MeToo-byltingu, MeToo-bylgju, MeToo-áróður í sig. En þú veist, þetta svolítið kvenna að svara þessu og ég held að hún hafi svolítið gert mikið og hún, Lady, hvað heitir hún aftur? Ég man engin nöfn þess að dagana. Ég verður í Frakklandi hana. Nei, hún bresk, áströlsk, Lady Renouf, og svoleiðis. Já. Þegar hún var að bera saman feministana og suffragetturnar. Þannig talaði hún í 50 mínútur og hún náði að skilgreina algjörlega munin á suffragettum annars vegar og feministum hins vegar. Það gerði mjög mikið fyrir mig. Og mig grunar, það þarf konu sem velmáli farin og kann þetta byggja upp mál sitt faglega og vel, þannig að gefa fólki undirstöðu til þess að tæta þetta í sig. Lady Michelle Renouf, eitthvað slags. En þú tekur eftir í málæði mínu, þá hef ég aldrei nokkuð tímann hallmælt konum. Aldrei, ekki eitt skipti. Af því að sko konur hafa bjargað lífi mínu nokkuð oft og sko lykilpersonar sem að björguðu lífi mínu í gegnum alla mína harmfarir, barnæskuna og allt það voru konur. Og næstu engin karlmaður sko. Þannig ég ber óendanlega virðingu fyrir konum sko. En kettlingar ber ég enga virðingu fyrir sko.
kettlingum. Og það mjög gaman að það reyndar eru hlutföllin hérna á Frelsi TV að það eitthvað cirka 80-85% kallar sem að horfa á þetta en 15-20% konur, sko. Og það er töluvert mikið af konum sem að skilja alveg nákvæmlega hvað ég er að segja, sko. Já, ég sé miklu meira á hóli handa frá konum heldur köllum. Já. En ég ætlaði nú ekki að vera sláður hól því að það, þú hefur ekkert við hól að gera, sko. Nei, þar ég ekkert mikið á því að halda, sko. Hef alltaf bara þurft að hæla mér sjálfur, sko. Já, ég fæ ekkert hól og þá fyrir þú heldur ekkert hól. Já, einmitt. Eina hóli sem ég fæ frá þér. Já, það færðu bara þegar það átt að skilja, sko. Takk fyrir það. Ekki. Nei, ég hef alltaf haft þetta alveg á hreint þegar þú ert að tala með þessum hluti. Við erum alveg að tala sama tungumáli þarna. Já, kannski ekki sama tungumáli en við erum að tala sömu hugtökin. Já, mér heyrist þetta sem ég er náttúrulega mjög ánægður með, sko. Mér heyrist þú hraðlæknast af hópismannum, sko. Það eru mjög góða fréttir, sko, fyrir mig. Já, þú hefur lengi ásakað mig fyrir að vera veikur á honum. Ég hef aldrei viljað viðurkenna hana. Ég er á þeirri skoðun, ég var á þeirri skoðun, sko, við náttúrulega erum ofta að tala svipaða hluti á ólíkan hátt. Þegar ég settist niður við eldhúsborðið mitt haustið 2012 og var búin að byrja að vinna með þjóðveldispælinguna, sko, þegar ég kem út úr vottunum á sínum tíma og fram að þessum tímapunkti frá áramótunum 89-90 og fram að haustinu 2012, þá var ég alveg með þetta andhópista viðhorf sem þú ert með. Ég stundum tók þátt í ákveðnum félagsskap bara til þess að taka þátt í félagsskap. Stundum tekum maður þátt í, eins og ég fór stundum á svona meðvirknifundi. Ég tók þarna þátt með flokki mannsins og því fólki sem einmitt kalla sig húmanista hreyfingu og hafði gaman af því að kynast fólki þar. Hafði engan áhuga á agendunum þeirra. Maður bara fer og leitar í félagsskap. En þegar þú ert búin að vera í svona rosalega miklum lærdómi eins og að vera í kristilegu starfi, þú ert búin að læra svo mikið mannlegt eðli, en svo tekur tíma allan fyrir mig, ég veit ekki með þig, en fyrir mig tók mjög langan tíma að vinna úr því. En eitt af því sem var alveg á hreinu frá mér, ég tek ekki þátt í neinni svona ideológiskri agendu aftur og ég reyni aldrei aftur að sannfæra eitthvað annað fólk minn sannleika og ég staði við það. Ég er ekki að nota, þó að ég ranti í vídeóm, ég tala ekki yfir hausamótunum á fólki sem ég hitti út í bæ. Ég nota ekki Face-ið til að reyna að sannfæra fólk eitt eða neitt. Og eins með vídeón mín, ég er náttúrulega ekki að reyna að sannfæra einn eða neitt með neitt, ég er bara að tjá mig heiminn eins og ég sé. En sko, þegar ég sest þetta niður haustið 2012, þá varð ég að svara þessari spurningu, byrju, ertu ekki hérna að fara að búa til módel fyrir hópismá? Og ég varð að svara þessari spurningu og mér tókst að svara henni. Og niðurstaða mín er mjög einföld. Hópista dýrin, konformista dýrin, þau sigra alltaf einstæðingana. Það er nefnilega vandinn. Það hafa gerst í sögunni sprotar eins og þegar þjóðveldið var á Íslandi frá 930 og þangað til, það er að gera það 2 atrennur til að slátra því. Svo fyrri er 1264 og svo síðar er 1662. Þetta eru þær 2 svona sögulega skráðar atlögur gegn þjóðveldinu og þeirri hugsun sem er lögð þjóðveldinu til grundvallar. Og við sjáum að það sem splundrar því þegar að kemur stór, vel skipulagður hópur af sturluðum steinrunnum gólemum sem er beint gegn mannverunni, gegn manneskjunni, the human, vegna þess að the human being, mannveran, er bara akademískt hugtak yfir mannapa.
að manneskjan, hún tapar alltaf. Hún tapar alltaf slíkri árás. Hvernig og það sem ég var að hugsa þetta 2012 og ég fór að hugsa og ég búin að vera lagði upp. Hvernig getur þú snúið ósigurunum í sigur, hinna sigurunum? Svipað eins og þegar Rómverjar leggja undir sig Grikkland, en Grikkir sigra heimspeki Rómverja. Fönikíumönnum tókst þetta ekki. Rómverjar gjöreyddu allri heimspeki Fönikíumönnum. Það finnst mér líka merkilegt að Rómverjar vissu. Þú sér að það líður eitthvað öld frá því að sigra Fönikíumenn og þá vaða þeir í Grikki. Ef ég man rétt þá líður sirka öldan á milli. Af hverju höfðu þeir ekki vita á að gera það sama við Grikkina? Af hverju stóð þeim ógn af heimspeki Fönikíumanna? Ég vil benda þér á eitt til dæmis. Ég var að pæla, ég fór daginn að grúska þessi Rómarsögu. Ég hef svolítið gaman að rómverska heimsveldinu, eins og þú kannski veist. Og ég hef oft nota rómverska heimsveldið í mörgur sem ég er að gera. Og ég hugsa, ég hef aldrei farið kerfisbundið ofan í þá sem er að fjalla rómverska heimsveldi. Og ég fann hana þarna kettlingu sem heitir eitthvað Mary McBeal eða eitthvað, ég man ekki hvað hún heitir, sem er svolítið þekkt fyrir að fjalla mikið Róm. Og hún gerði einhverja 5 eða 6 þætti fyrir BBC þar sem hún fór í gegnum Róm á nýstárlegan hátt. Efni sem ég var svo ánægður með að ég setti það á listan til að horfa á aftur fljótlega. Og það var svolítið skemmtilegt að hún er feministi, sko, feminista kettling, og hún vildi ekki, myndum við kannski á að koma að þessu með Róm og feminista kettlinguna, en það er eitt sem ég rakst á. Þegar Róm er stofnuð, þá finn ég nokkur tákn að Róm er stofnuð af þjóðfélagsverkfræðingum. Hún er ekki tilviljun. Róm er stofnuð af fóstursonum úlfa. Já. Og þessir fóstursynir úlfa, þeim er bjargað af meyju. Við sjáum hérna 3 strauma mætast í stofnun Rómar. Og hvað gerir Róm? Hún gjöreyðir eins miklum ummerkjum eins og hægt er fólk sem hafði verið heimsveldi á höfunum í 15. aldir og meðal annars siglt til Mekka úlfafólksins sem er Jótlandsheiðar. Manstu þegar það var talað það að ætti nú helst að flytja Íslendinga til Jótlandsheiðar? Það eru fullt af táknum þarna sem ættir að gera sér matur. Þetta er áhugavert. Já, fyrir mér er sko manstu eftir þáttunum Survivor þættirnir. Já. Þeir voru að mínu mati svona bara skipulögð þjóðfélagstilraun eða þjóðfélagsverkfræði rannsóknarstofa, sko. Og í öllum þáttum þarna er sett upp sem sagt svona ákveðin tegundar lýðræði og þarna kemur fólk með, alls konar fólk bara saman og einhverjum þrautir og jari. En þeir sem vinna alltaf eru þeir sem að stofna leynibandalög. Í hverjum einasta þætti, þegar farið yfir sjóið, sko, þá er það fólkið sem að bjóð til réttu leynasömböndin strax í upphafi, sko. Og það er það sem að, sko, það er þetta, sko, Biblían, sko, er dreipuð í þessum raunveruleika. Að sko lygi og blekkingar er besti businessin, sko. Nema það sem gerist er að þú tapar sjálfum þér, sko. Það er einu only downside, sko. Tvíburabróðurnir, Rómúlus og Remus. Já, og Ken og Abel og Samuel og Mikael. Já, það er sko að þetta er bara
sko þetta bara eins og vatn slekkur þorsta sko. Nema ef það er saltvatn þá vekur það þorsta sko. Að þú veist, þetta eru svona einföld vísindi sko. Og þú tekið eftir því, það er oft svona fólk sem ekkert mjög kreatíft og kannski ekki einu sinni mjög gáfað eða svona ekki mikil filósóferar eða neitt svona sko að þetta fólk meikar það í business sko og bara multimiljón dollara virði sko og svona fávitar eins og ég sem alltaf eitthvað að hugsa og eitthvað svona vera skapandi og eitthvað svona alltaf bara á síðustu horri minni sko og það einföld ástæða fyrir því að þeir ná bara einhverju einföldu konsepti, veist, kaupa þetta og selja það og svo bara halda þeir sig við það alltaf og eru bara góðir í þessu eina sko. Það sko sama með öll þessi þjóðfélög og skattaveldin og allt þetta rugl sko og alla þessi heimspeki og háskóla og allt þetta bara ruglið eina sko því að ég bara hlusta svolítið á harmagræturnar aftur og aðeins á með þessi útvarp Síón aftur og það allir bara eitthvað að tala alltaf þessa umferð og fara að byggja fyrir Skrilljónir einhverja umferð sem fara í miðbæinn og allir að fara, ég meina hvert allir að fara? Það bara að rjúka í miðbæinn og rukka hvern annan allan daginn með einhverjum pappírum. Hvers vegna? Ég bara með mjög einfalda lausn á þessum umferðanda. Við erum bara ekkert að þvælast í miðbæinn að vera að rukka eitthvað annað fólk. Það bara búm, bara deyr málið. Það allir bara að fara í miðbæinn, þannig musterinn í miðbæinn eitthvað bara og hamra út peninga hvert ári. Sérðu ekki fyrir því biblíumyndirnar það sem Jesú var að lýsa þegar hann var í musterinu að velta við borðum yxlarana og var í þessum miðbæ þarna sem allir voru að rjúka og kaupa einhverja musterisk myndir og fórna lömbum og einhverja pappírar og eitthvað bara, veist, eitthvað vitleysa sko. Þetta bara allt saman heimska sko. Og þannig í miðbæ allir bara, veist, menna hvað að gerast þarna? Veist, það ekkert að gera, það skapast ekkert þarna í miðbænum. Það er að gera pappír og allar að rukka alla. Skrifa lög ofbeldi, beita þennan ofbeldi en ekki hinn og veist, það einhver maður sem allar hann lengst norður í landi, hann vogaði sér að fara í bát hérna og sækja 3 fiska bara, og nú hann komin til Reykjavíkur í játnum og að fara að dæma hann sko. Veist, og allir bara í umferðinni bara í 2-3 tíma bara og börnina í fangelsum og bara, veist og allir að drepa sig, bara herru, ekkur þetta unga fólk allt saman að drepa sig, veist, hvað það? Það sem hann sagði. Já, þú? Nei, ég bara, ég hef engu við þetta bæta, það er bara spot on. Bara þannig, það sem hann sagði, bara endurspila þetta. Nei, veist, þetta bara algjört rugl, sko. Því að maður komin að svipari niðurstöðu, þú veist það sé að vera að tala sko, þegar þú finnur þetta margum talaða fjallsguðus, þegar þú rambar óvart á það og ert óvart farin að príla á það, þá ertu farin að fá ákveðna yfirsýn og allt í einu, sko, það sem ég fór að upplifa var að, þú veist, maður þegar vorum að tala mikið þú veist, þessar þrjá hópa, eða þrjár kategóriur eða 3 efnisflokka fólksins. Sumt fólk talar fólk, eða hugsar fólk, sumt fólk hugsar atburði eða hluti. Atburðir og hlutir sami hlutir, sama fyrirbæri, áþreifanlegur hlutur og huglægur hlutur. Og svo eru þeir sem tala hugmyndir. Og við skiptum þessu þarna upp í einhverja flokkun. En allt í einu, þegar þú ert komin á þetta fjall, þá ertu farin að skilja hvað fólkið sem hugsar fólk er að hugsa. Hvað þú veist, við tölum stundum ykkur gildi og eitthvað svona pælingar, eitthvað sem að, þú veist, svona, við erum búin að fara í gegnum svona gildismat trúarinnar og gildismat heimspekinnar og gildismat hópismans og gildismat samfélagsins og gildismat akademíunar og alls konar svona gildismat og alls konar mengi af gildum. Ég hef nú verið í svolítinn tíma í uppreist gegn þessu því að
ég kalla öll gildi og all gildismat vera ávextin af skilningstrygg og svo ills og ég hef engan áhuga á þeim ávexti. Og það einmitt messiasarkomplexin að reyna að fá alla til að éta þennan ávöxt í mismunandi formi og í mismunandi nöfnum. En maður sko er sem sagt búinn að vera svona að tala sjálfan sig svolítið í drep. Maður er búinn að vera smátt og smátt sko slípa burtu fullt af heilaþætti. Og allt í einu fattar maður að þessir hópar sem eru að lifa lífinu, að sko fyrsti hópurinn, annar hópurinn og þriðji hópurinn eru allir jafn ruglaðir. Þeir sem er eins og við að pæli heimspeki og grúsk eitthvað, við erum alveg jafn ruglaðir og hinir. Vandinn er sá að við lifum í 3 heimum. Við sem erum að pæla í hugmyndum, við getum talað við menn eins og Frosta og Markus, menn sem að tala atburði og hluti. Við getum ekki talað við þá sem eru bara sem fólk. Af því það er eitthvað, það er langur vegur á milli. Það er hópur sem þar á milli, sem fylgir eitthvað. En af því að við sjáum að fólkið er sturlað og að hlutafólkið klikkað, þá sjáum við ekki að við erum holier than thou. Þú veist, af því að við erum svo hrifin af því sem í okkar gildismengi, þá höldum við að það sem í gildismengi hinna sé vitleysa og þannig við svo rekumst við á fólkið sem hefur annað gildamengin við og þeim finnst okkar gildamengi vera algjör vitleysa og við sjáum ekki að þetta er lokaður hringur. Þú veist, ég var að hugsa til þess þetta með geiminn í þessu sambandi. Þú veist að ég er svolítið hrifin af þeirri pælingu að veröldin endursköpuð trilljón sinnum á sekúndu út úr allri drullunni sem í hausnum á okkur. Og allt í einu fatt að það er ekkert plasmi út í geimnum, það er ekkert vatn út í geimnum, það er ekkert tómarum út í geimnum, geimurinn er stútfullur af drullunni sem við erum sífellt að æla út úr hausnum á okkur. Geimurinn er hóks, sko. Þroski er hóks. Þannig maður sér þarna á fjallinu að vera, vá, var ég svona mikið ruglaður? Þú veist, eins og, þú veist, það setur í mér eitt viðtal við Soros. Soros sá á BBC í viðtali. Þetta var viðtal sem var gert eitthvað 80 eitthvað held ég, frekar 90 eitthvað. Það er allavega meira en 20 ára gamall. Hann er spurður, ég man ekki hvort Charlie Rose var að taka viðtali eða einhver annar af þessum 60 Minutes fólki. Hann er spurður hérna að þú ert í fjárfestingum og allt það á multiríkur sko og það er búið að kenna okkur í barnaskólum og það er búið að kenna okkur af meginstraumsfjölmiðlum sem allt Frankfurt-skólinn. Öll kennsla í barnaskólum, öll kennsla í framhaldsskólum og allir fjölmiðlar, þetta allt frá Frankfurt-skólanum sem marxismi sem sérstaklega hannaður til að heila þó fólk svo að það sé móttækilegt fyrir marxisma. Af því fólk var ekkert móttækilegt fyrir marxisma. Og fólk sér þetta ekki. Þessna þetta með það detta niður á hugtökin sem negla sem krossfesta Jesúinn, Messiasinn. Svo mikilvægt náum hugtökunum sem segja sannleikan, eða segja lýgina þannig að hann sé trúa svo hún verði sannleikur. Eða öfugt. Þegar við sýnum að naglinu hóks. Þannig séð. Að það er búið að kenna okkur að það að vera að græða á daginn sé illska, það sé mannfyrirlitning, það bara illur kapitalismi. Og já, hann segir það, já, ég bara að gera eitthvað illt á daginn, en svo ég að búa til setja 10% og svo ég verði til að fá skattfríðindi í Open Society Foundations. Og þar ég að gera eitthvað gott. Já, þannig að þú ert að gera eitthvað vont á daginn og gott á kvöldin. Já, ég bara því. Og finnst þér það ekkert vera tvískinnungur? Nei, það bara ágætt. En báðar pælingarnir eru rangar. Þú veist, báðar pælingarnir eru rangar. Skilningstré hins góða og illa búið að ákveða, þetta gott, þetta vont. Hann var bara að gera eitthvað, sjáðu. Hann var bara að gera eitthvað.
og hann áttaði sig á því fyrir löngu síðan, með því að gefa pening í góðgerðarfélög, þá borga ég bara 10% skatt í staðinn fyrir 40% skatt. Og því ég á góðgerðarfélagið, þessi heimur svo klikkaður, hann svo sturlaður. En vandinn eins og ég var náttúrulega að gera með öllum þessum 1122 vídeóm, ég var að reyna að skilgreina mig sem einhvern betri heldur en einhver alla aðra. Ég ákvað með þessa heims alveg eins og þú. Við erum ekkert góðir. Við getum ekkert orðið góðir. Já, góður náttúrulega hugtak, sko. Nákvæmlega, það skilgreining. En sko, ég hef reyndar blessunarlega verið þokkalega laus við áhyggjur að hvað öðrum finnst mig, eða svona, já, einhvern veginn hef ég haft það þykka skel eða skráp eða þykka perlu húð utan á mér, að það hefur aldrei hreyft við mér hvað fólki finnst mig. Og sko, fyrir mér ég fyrirlít ekkert annað fólk og ég er ekkert reiður við annað fólk eða hatast við annað fólk, ég bara að gera mitt fínir sko. Og ég hef alltaf verið svona, ég hef alltaf verið að gera eitthvað bara. Og ég vann frá því ég var 8 ára gamall, sko, fyrir öllum vasapenningum og fyrir sjálfum mig bara, sko. Þannig að það er óbúslega mikið frelsi í því að kunna vinna, sko. Og ég er hérna á svæði núna, það sem enginn fær, bara þegar við komum fyrst, þá sagði fólk ykkur, já, fínt að vera hérna, en það er engin vinna að hafa hérna, sko. Og ég er bara komin í mjög góða vinnu, sko. Að það er þetta að kunna vinna, það er svo mikið styrkur í því, sko. Og sko, að kunna að vera maður sjálfur, sko. Ég er konungur, víkingur, við konungar. Og þetta sér maður endurspeglast í sögunni Jesú, ekki persónunni Jesú, heldur sögunni Jesú, þessari hugmynd Jesú, að hann var svo sterkur í sjálfum sér, sko. Hann hafði þennan, hann var ekkert upptakinn að þóknast öðrum, hann náttúrulega fyrirleit aldrei ég hef þetta frá blautu barnsbeini, sko, að hata syndina en elska syndarann, sko, okkur skiptir það máli, ég meina að hvort þú fyrirlítur fólk eða ekki. Það ekki fyrir þá manneskju heldur en fyrir því sjálfan. Já, algjörlega. Og sama sko, það held ég að sé hluta til ástæðan fyrir því að ég hef getað verið ég, sko. Og ég er alltaf bara að dunda eitthvað, skilju, þú fyrir að gera eitthvað, dunda eitthvað, bara að byggja eitthvað, að gera eitthvað, þá kemur fólk sem hefur hvað er að gera, þú veist. Og ég hef alltaf verið þessi típa að vera að gera eitthvað, sko. Og það er bara alltaf komið fólk sem hefur hvað er að gera, sko. Já, ég tengi alveg við þetta. Og og sko, þetta að fyrirlítana fólk eða allt það, allir sá pakki, sko, það er bara sjálfs skaðalegt, sko. Og og þessar eilífu pælingar einhverja hópa, sko, Babylon, hópismann þar, rómverska hópismann og það var mjög flott kenning hjá þér sem komst með daginn að, sko, vakti mig til ákveðna vitundar að amerískir indjánar var ekkert útrýmt, það var bara, þeir voru riðnir fokkað út úr heiminum, sko, það bara það er gert þannig, sko, að þú bara rýður kellingunum og það kemur bara nýr kynstofn, eða það kemur bara allt nýtt, sko. Og það er reyndar ákveðið, sko, já, að sko, ég held að hópismi sé alltaf
til hins versta, sko. Og leiðin út ekki að laga, breyta eða fixa hópismann, sko. Leiðin út bara beina leið út í eyðimörkina, sko. Bara beint strik út í eyðimörk, sko. Með sjálfan þig, sko. Og þú sér að til dæmis Jesú, þegar hann var búinn að vera 40 daga og 40 nætur í eyðimörkina, þá kom hann aftur, sko. Amen. Og þú sér að Jóhannes Skýra var búinn að gera þeir gerðu þetta allir sem kallar. Já. Það er lykillinn. Vera í sjálfum sér. Og í öllum þessum sögum þá var Móses á eini sem hann gat fengið fólk með sér út í eyðimörkina. Já, það er náttúrulega saga af bara þjóðfélagsherferð, sko. Ég tók líka fram af þessum sögum. Vegna þess að, sko, þeir sem að safna þessum sögum, þú veist náttúrulega ég kaupi allar þessar sögur orðrétt, sko. En það ástæða fyrir því að þú veist, þeir hefðu að geta sett inn í söguna að Elía hefði geta gert það, eða Jósúa hefði geta gert það, eða Amos hefði geta gert það, þú veist. Já, en takt eftir Móse, hann fór aldrei í eyðimörkina. Hann var alltaf í hópismannum, sko. Hann var 40 ári í eyðimörkinni. Já, með 3 milljónum öðrum, sko. Nei. Jó. Nei. Hann leiddi þessa vitleysinga út í eyðimörkina, það sem voru allir 3 milljónir saman, sko. Hann var 40 ári útlegð, kallinn minn. Áður en það gerðist. Nei. Það held ég ekki. Já, það er sagan. Já, hann kemur aftur eftir 40. Hann er fertur, fer úr Egyptalandi, 40 ára út í eyðimörkinni, finnur sér að vísu tvær kettlingar og svo kemur hann aftur. Þetta er eitthvað sem er búið að bæta í eftir. Sko, það er þetta með skeggið in your face. Þetta er eitthvað sem að King James hefur sett inn í, sko. Þetta er eitthvað miskilningur. Ég verð að viðurkenna það þegar ég var að pæla í þessu með Indíánana í fyrra og svo tók mér svolítið tíma að komast þar þessari niðurstöðu. Og svo tókst mér að setja þetta í vídeó til þess að byggja þetta upp. Og ég verð að viðurkenna það, ég sjálfur varð fyrir svona nettu sjokki þegar ég var búinn að byggja þessa myndu upp. Þegar ég var búinn að byggja myndinu upp og hlustaði þetta á eftir á, þá var svona, þú veist, búið að byggja upp myndina, þetta var svona in my face. Og ég sagði, fuck, þetta make a sense. En reyndar var ég búinn að hugsa svipað reyndar með Íslendinga, af því ég náttúrulega svo hrifinn af, ég svo rosalega þjóðrækinn. Þó ég hafi séð tala illa Íslendinga áðan, þá var ég líka að tala hvað ég ætti erfitt með að gera það. Að ég var oft að pæla í, held ég hitti fyrir þá var ég mikið að pæla í býtu hvernig tókst að taka þessa rosalega sterku, skýru og skapandi hugsun sem var svo áberandi hérna í alveg 3 aldir, 2 til 3 aldir. Hvernig tókst að kæfa hana gjörsamlega nema það hafi verið gert með því að þynna blóðið. Og þá var ég mikið að pæla í því hvort í gegnum aldirnar það hafi verið kerfisbundið, targetaðir ákveðnir hópar af fólki, ákveðið fólk, bara targeta og því eitt eða lokkað úr landi og síðan beint öðru hvoru fólki hingað sem að var ekki gott til undaneldis og smátt þynnt blóð. Þetta hef ég oft verið að pæla í. Það er eitt til dæmis, sko, ég ekkert að segja hvað þú veist hvort ég trúi því eða ekki. Þetta er bara svona pæling, en þegar ég var tímabili fyrra þess að ég var að lesa stundum upp úr öldinni okkar og ég valdi sérstaklega öldinni okkar á bilinu 1300 til 1600. Tók bara á bókasafninu og las nokkra kafla upp úr þessu. Og ég tók eftir einu. Þá hérna með bók sem heitir Öldin okkar og kannski 1400 til 1499. Og síðan var hérna viðburður þessa kettlingu sem átti 3 skip og 600 jarðir. Veist, kettling, rík,
Það var miklu meira jafnrétti heldur en að feministarnir segja. Feministarnir eru líknir eins og þær eru kloflangar. Og síðan, þú veist, þessi biskup þarna og svo var þessi eignamaður þarna og allt til með nöfnum og skrásetningu. Svo næsta blaðsíða, já, þetta vor var hungursneyð á landinu og 15.000 manns dóu. Næsta blaðsíða, nöfn og staðreyndir. Og svo 30 ára seinna, já, þarna kom blaðsíða, já, þarna kom upp sjúkdómar á landinu og 8.000 manns dóu. Næsta blaðsíða, nöfn og staðreyndir. Það er aldrei nein nöfn á þessum 15.000 eða 8.000 sem dóu. Svo þægilega. Og ég, eins og þú veist, þá hef ég mikið verið að pæla í því að eftir Jörund Hundadagakonung, sem var sumar 1809, ég er alveg sannfærður það að mörg hundruð Íslendingar hafi verið drepnir árið á eftir, bara hreinsaðir í burtu. Og ég er alveg sannfærður það að það er hægt að sanna það með því að fara ofan í kirkjubækur og bera saman fæðingar og jarðsetningar. Og kannski líka fleira eins og dóma og annað. Og allir hengingaklettarnir sem til eru víða land hafi verið aðallega notaðir á þessu tímabili. En ég sem sagt, þú veist, manstu þegar vorum að pæla í því á síðum tíma, þessa pælingu með að stríð séu notuð til að hreinsa til. Stríð séu, þannig sé blekking. Þú veist, hérna er núna stríð í Sýrlandi. Það er ekkert borgarastríð. Það er ekkert verið að berjast hvort Assad verið áfram í völd eða ekki. Það er löngu búið að taka ákvörðun það. En stríðið er mjög þægilegt til þess að farga óæskilegu fólki sem er búið að velja fyrirfram að verði og einhvern nátt búið að koma fyrir að smala. Og annað fólk er síðan sett á vergang og komið fyrir einhvers þar sem það fjarar út og þynnist út á næstu 2 kynslóðum. Og þetta finnst mér make sense. Við höfum mikið pælt í þessu báðir og ég horfi ofta á, og ég var nú bara vitna nýlega í að Hitler sagði þetta 45, ekkert löngu áður en hann dó. Að þá var hann að segja að bestu Þjóðverjarnir eru dauðir. Það er búið að vera svo mikið blóðtaka á Austurvígstöðunum, jafnvel þó við næðum að sigra stríðið, jafnvel þó eitthvað kraftauk myndi gerast. Við erum búin að missa mikilvægasta blóðið. Og þegar ég horfi á söguna með þetta flagg, þessi flögg, og ég horfi á gild, þegar ég horfi á, eins og varst að lýsa á þann svo snilldarlega með ástand nútímans í miðborg Reykjavíkur. Þegar ég sé innihaldsleysið, tilgangsleysið, stefnuleysið, kjölfestuskortið í fólki samtímans, sem er samt með hausinn fullan af einskisnýtum þvættingi úr skólabókum sem er einhver sannleikur. Sem og 99% af því er hægt að debugga með jafnvel mjög auðveldlega. Að þá sé ég, býtu, hvað var það fólkinu sem var eins og þú kallar víkingar? Ég er ekkert sammála, þessu með víkingin, þetta orð we are kings, en ég er heldur ekkert með neitt svar við því, mér finnst þetta fín metafóra. Ég held að metafóran, já, við að metafóran skilar sínu. Hún stendur, já, þú veist. En málið er að ég hef náttúrulega talað gull og eitur. Að til þess að skilja verk elitumafíunar þarf að skilja gull og eitur. Og þetta er alveg hárrétt hjá þér að það er bara eitrað fyrir liðinu og svo heitir þetta einhver pest, svartidauði eða flensan eða eitthvað. Og annað sem er gert, það er ein aðferð, hitt er mannað, manna skítur, manni er manna skítur, manna, mold í steipuna, Þetta búin að vera hlusta satt oss. Nei, ekki með þetta, það er svolítið langt síðan ég heyrti í honum, Hann brann bara út all öryggin hjá honum, þannig að maður bara, hvað er hvert að fara, En allavega þá, er manna, það er þetta velferðarkerfi, Já. Þannig breytir mönnum í manna. Þannig breytir manneskjum í mannverur. Þú breytir mönnum í skít.
sem minnir mig á, hvað finnst þér þessar pælingar með þeir að viðurkenna það og þú veist, ég stóðst ekki mátekir á vídeó, það óbeint búið að viðurkenna að simpansar og bonobóar bara voru búnir til á tilfinnarstofunum. Já. Mér finnst það snillt, mér finnst það alveg æðislegt, mér finnst það svo cute. Já. Mér finnst það svo cute. Aldous Huxley skrifaði þarna Brave New World og allir, já, þarna einhver náungi og það bara svona tilviljun að þarna einhver snillingur að skrifa bók, svo menna vitna George Orwell, já, þarna einhver snillingur líka að skrifa ykkur á bók, það svona bara svona tilviljun, svo kemur í ljós að George Orwell var nemandi Aldous Huxley og héti Erik Blair eða eitthvað fleiri. Svo kemur í ljós að H.G. Wells, vísindaskáldsögu höfundur, Háttsettur frímúrari, Aldous Huxley, frímúrari og svo Wells, frímúrari og H.G. Wells, hann sá að mennta Julian Huxley og Aldous Huxley. Julian Huxley stofnaði UNESCO og þeir voru báðir sonarsynir, ég man ekki hvað hann hét, það var einhver Huxley, T.G. Huxley var hann kallaður, sem hann var fjölmiðlafronturinn fyrir Darwin. Darwin kom aldrei fram opinberlega, talaði aldrei við neinn á neinum fundum, hann var bara nafni svo Einstein og háttsettur frímúrari og svo Alan Dulles, CIA, háttsettur frímúrari, allir, þú veist, Alan Watts, góður vinur Aldous Huxley og hann Dittu Krishnamurti og þessir gaurar hittast á fundum, þeir hitta allir Jung, uppáhaldsskoðans Jordan Peterson og þú veist, það kemur í ljós og þú veist, Roosevelt, Churchill, allt þetta lið, þú veist, pínulítill hópur sem ekki bara stjórnaði styrjöldunum, heldur líka entertainmentinu, þú veist, framtíðapólitíkinni, bókmentunum, öllu draslinu, pínulítill 20 manna hópur sem meira eða minna hannaði okkar samtíma fyrir 80 árum. Og það náttúrulega bara tilviljun. Sem náttúrulega sannar kenningana mína að það svona 3 koma saman eru 15 frímúrarar. Ertu búin að setja þetta á status? Þú varst bara að sanna alveg þá kenningu fyrir mig. Þetta svo mikið snillt. Þessi frímúrarar eru bara helvítis plága, sko. Nema ef maður er frímúrari, þá er hún snillt, sko. Þetta líka snillt, alveg saman hvernig maður lítur á það, vegna þess að vissan hátt sko, þarna einhver félagskapur sem fattaði fyrir 5.000 árum hvernig hlutinni virka og hvernig þeir ætla að fá sem mest út úr því. Já, þú sástu Svía heimsókn forseta Lúðalands, þar sem það voru myndir frá þessum atburðu, allir með frímúrara glingri bara, sjá ég með kross og stjörnu og ég sá ekki myndir, en ég sé sambærilegar myndir og ekki dímyndir með það. Þetta var bara en það sem að ég Hvað segirðu? En þú veist það var, þú veist, ástæðan fyrir ég fór þessa meinlokku, þessa hringferð að sko þegar maður byrjaði að pæla í einhverju fyrir sem, þú veist, 2014, fyrir 4 árum, þá var maður að hlusta á einhver vídeó Brave New World, maður var búin að alast upp við að hugsa George Orwell, svo fór maður að heyra einhverja fyrirlestra hjá UNESCO, hvað er það? Svo bara tilviljun heyrði maður James Corbett vera að minnast á Julian Huxley og Eugenics, sko, en maður sá aldrei þræðina á milli þeirra. Þú veist, maður er búin að hlusta á þennan og hlusta á þennan og hlusta á þennan og þetta, svo allt í einu bara, þegar maður farin að hættur að hlusta á aðra og bara farin að grúska sjálfur og allt í einu sér maður vígrunina. Og svo erum við náttúrulega með fullt af hugmyndur sem við erum að kasta á milli okkar, bæði setja ykkur í lagi og saman og svona og bara svo byrja hvaða punktar eigum eftir að tengja eftir 10 ár, sko. Og maður er sko, svo fer maður að vinna með góðu fólki og hlutum sem maður vill gera uppskurða á sig og svo endar það á því að gera sama flækjufóta vittlausuna og við erum með þetta að reyna að debugga, sko. Og maður er sjálfstætt sekur það sjálfur, algjörlega, ég er ekkert að skjóta neitt. En
En maður sér Já, sko sífellt, sorry. Pældi í einu, Mm. sko, núna lesum við biblíusögunar þá sem að fóru út í eyðimörkina en koma aftur, sko. Já, ég náði því skoti á hann. Já, þeir voru allir meira að meina drepnir eða krossfestnir eða eitthvað henti slæmt fyrir þá, sko. En pældi í vitringunum sem fóru bara út í eyðimörkina og kom aldrei aftur. Það eru snillingarnir sem enginn hefur heyrt um. Já, ég held að sé eitthvað leyndardómur þarna. Allavega, ég náði þessu sem þú sagðir áðan og ég á eftir að vinna úr þessu. Ég á eftir að pæla í þessu. Þetta er alveg eins og var einn náungi sem skaut á mig daginn. Ég var eitthvað að lýsa öllum ideológium að það væru satanismi og gerði eitthvað minnstur og kom einn og sagði sko hreinn satanismi, hann fellur ekki að nefndir. og ég sagði, ég á ekkert svarið við því. Ég finn svarið en ég sagði bara að þetta var djöfull gott svar. Sá Gauri reyndar í drullu fíl út af mér út af því ég svaraði honum eitthvað á óvinsælan hátt við ykkur öðru. Já. Það er ágætt, fólk hefur gott af því. Það er gott að vera í skítafílustundum. Til þess að maður náttúrulega þessu, til að kenna fólki að það má fara í fílu, það má skella hurðum, það má brenna brýr, það má vera ófullkominn, það má gera alla hlutina rangt. Því að það sem þú farið út úr því ert þú sjálfur, þú farið sjálfan þig. Þú mátt fyrirlíta fólk, þú mátt vera fordómafullur. Allar hugmyndir hvort þú ert svona eða hinsegin lýsa grímunni sem heitir ego. Ef þú trúir á egoið þá ertu dottinum í skurðbúðið. Já, ég tala syndina en ekki syndarann, sko. Syndarinn alltaf... Sko, þú getur fyrirlítið manneskju á þess að hata hana. Þú getur elskað mannesku sem þú fyrirlítur. Já, það er litlir ávextir í að vera fyrirlíta og hatast í fólki, sko. Nei, ég heldur ekkert endilega minni nakjönduðni, bara svona vera ósamálaður, það er svo skemmtilegt. En sko, orðið synd sko að missa marks. Það er að vera syndari, að missa marks. Það er ein skilgreining á syndinni, já. Og það er það sem er að gerast, þess vegna talaði sko Satan, að sko með þessu til dæmis þessum MeToo og þessum feminista og sita þetta vegasalt sem ég var að tala áðan allt út úr ballan, sko, þá missir fólk marks í lífinu, sko. Þú veist, konur eru mjög óhamingjusamar, ungi kallmenn að drepa sig umvarpum, sko. Þeir missa marks í lífinu, sko, sem syndin. Og sko mjög mikil óhamingja hjá eldri konum, sko. Mikil einmannaleiki, þú veist að var held ég í Svíþjóð, þar við verðum að tala að eða eitthvað staðar, var að tala að setja embætti einmanna fólks sem er alltaf mest kellingar, sko. Það er fólk sem hefur mist mark, sko. Og mannismenn á alltaf svör, setjum reglugerð og nefnd og stofnun og sjáum þetta. Guð hjálpi mér. Ég heyrði mjög gott vídeó hjá honum Mulinu, gamalt reyndar, það var miklu betri fyrir nokkrum árum, sko. Já. Hann var að leggja fram kenningu geðveiki, sko. Og hann var að segja, sko, að þetta hjúmaniska kerfi sem að verið að reka núna, sko, krakkar eru bara hent inn í þessa viðbjóðslegu hakkavél sem heitir skóli, sko, og það eru bara fullt af feminista kellingum að berja líftóruna úr ungum drengjum, sko, og lýsa daginn og daginn hvað þeir eru mikið ógeð, sko, og svo voga þessi drengir kannski að bregðast við, sko. Veist, með því að segja bara, heyrðu, ég vil ekki vera hérna, veist, mér líður illa hérna og ég vil fara heim, sko. Að þá slíkt flokka sem geðveiki, sko, að þetta kerfi svo flott, sko, kerfið svo fullkomið, þetta svo æðislegt þjóðfélag sem við höfum byggt upp. Ef þú ert ekki að fíla það, hvort sem þú ert 7 ára eða 70, þá hlýtur þú bara að vera geðveikur, sko. Ef þú segir þetta
hérna, þetta sem búið að gera, ef að þér dettur það í huga, þetta sé bara rugl og vitleysa, þetta sé bara skipuleg glæpastarfsemi og ofbeldi, sko, þá hlýtur bara að vera geðveikur, sko. Ég meina, akkur sér ekki hvað þetta mikið fínir í hérna, sko. Og sama var náttúrulega í þessum eins og til kaþólska kirkjan mjög skýrt dæmi þetta, sko, þú veist. Þegar þú varst bara að rækta þitt land og hafði erft það eftir ættfeður þína, varst bara að yrkja þitt land, svo kom bara einhver prestur og sagði, þú hefur syndgað. Nú, hvað gerði þið? Já, þú hugsaðir nágrannakonuna þína? Nei, ég hef aldrei gert það. Jú, víst. Þetta borga bara helminginn af landinu þínu, sko, í syndabréf, sko. Og þá sagði þú náttúrulega bara fuck it, sko, ég trúi ekki einu svona á þessa guðspíru þína, sko. Að svona maður náttúrulega bara guðlastari, sko. Einhver sem sér ekki þetta himneska fíneri sem við erum með hérna, sko. Og vill ekki gefa lífið sitt og lífibrauðið í þetta fíneri. Hann hlýtur bara að vera guðlastari, sko. Og sko, þannig að hvort sem heitir guðlast eða geðveiki eða hvað það heitir, afleiðing af hópisma fíneríinu, sko. Þetta er svo mikið fíneri hérna. Við erum allir hérna að runga hvort öðrum í musterinu, sko. Og hérna það nú ekki eins og við ætlum að fara að eyða okkar eigin peningum í brennivín og veislunar, sko. Við ætlum að láta þessa vitleysinga sem við erum að handrukka, sko, borga fíneríið, sko. Og ef þú ert ekki að fíla það, þá hlýtur það bara að vera geðveikur, sko. Það fíla ekki þetta fínerí sem við erum með hérna, sko. Og þetta getur bara að lesa í gegnum allar biblíusögurnar og allar sögur sem við lestum alltaf þetta sama dæmi, sko. Að það eitthvað lið sem að runga sér og það svo gaman, sko. Og svo beitir aðra ofbeldi til þess að fá peninga til þess að geta haldið áfram að runga sér á hvort öðru og vera á fyllerí og eitthvað svona. Og nú ef að þeir sem að eiga að borga fyrir partí segja, sko, já, nei, ég ætla ekki að borga, sko. Ég bara ætla ekki að vera með. Þá hlýtur slík manneskja að vera gjörsamlega klikkuð, sko. Já, en þú sér það að sko, við ég veit svo sem ekkert hvað fyrir bæði við merkir, en ég á ekki við, þú veist, við sem teljum okkur sjá í gegnum svona vitleysu. Það eru svolítið stór hópur. Þú veist, það er svona mismunandi sturlað. Þú veist. Í þinni sturlun ákvaðstu að gera flotta hluti með Frelsi TV og með minni sturlun ákvaði ég að búa til þjóðveldi og ranta og flottum YouTube-rásum og svona. Og Harmageddon bræður eru að skemmta öllum hlustendum X-ins með sinni störlun, en þú veist, það er alltaf ákveðin hópur af fólki sem þykist nú sjá í gegnum alla vitleysuna í kringum sig. Það er líka fullt af hópistum eða konformistum sem þykist nú sjá í gegnum annarkvort vitleysuna hjá sjálfstæðismönnum eða vitleysuna hjá vinstri grænum eða eitthvað álíka, sko. En segjum sér svo að nú myndist hérna á Íslandi svona hugsunarháttur, það sem að 20% þjóðarinnar, hvað myndi það vera, 60-70.000 manns, muni fatta, heyrðu, ég tek ekki þátt í þessari vitleysu. Ég bara tek ekki þátt í þessu. Bara tek ekki þátt í þessari meðvirkni. Ég ætla bara að sjá mig sjálfur. Ég ætla bara að fá mér hérna bát og ná mér í fisk og konan ætlar að rækta kál í bakgarðinum og já. Börnin okkar sjálf og við finnum einhverja leið til þess að borga ekki skattinn, sko. Við ætlum bara að sjá okkur sjálf, vera frjálst fólk, náttúrulegt fólk í náttúrunni og lifa á okkur sjálfum. Hvað heldur þú? Hvað heldur þú? Bara, þú veist, ég er að gefa mig bara svona að segja, þú veist, þetta, sjáðu hvað þetta er óhugsandi. Að fara þú veist, hvað er óhugsandi? Bara í vitund okkar, að 20% af fólki allt í einu verði náttúrulegt fólk. Frjálst, sterkt, öflugt. Og jafnvel þó svo myndi gerast, jafnvel þó að slíkt kraftaverk myndi gerast, þá myndu hin
75% koma eins og öskrandi óargadýr á eftir. Og þau eru með einkennisbúninga. Þau eru aðlögunarfólk. Þau laga sig hvert að öðru og mynda svona holskeplu og vaða yfir þau. Og eyða þau. Þú veist, við getum talað endalaust sko, þú varst í live daginn með þína túlkun á Rauðahafinu og Eyðimerkurgöngunni og svona. Þú veist, þarna ertu með ákveðna túlkun og svo ég með aðra túlkun. Þú talar um þessu túlkun á víkingunum, ég með aðra túlkun, ég ber það saman við væringjana og spyr, hver var merkingin á þessum tvíforki, ferðalags ákveðna hugsunar í 2 áttir, af því víkingur fór í vestur og væringi fór í austur og ég ekki komið með svar, ég þá að leita svarinu og ég bara bíða eftir að komi. Já, ég hef tekið eftir þess að ég alltaf með réttu hugsun. En þú veist, hérna erum við að byggja upp ykkur og svona, þú veist, pælingar sko. En þú veist, við náum einhverjum árangri. Þú nærð ekkert að fá að vera frjáls. Ég næ ekkert að fá að vera frjáls. Við fáum ekkert, sko vegna þess að, sko, það Þú ert alltaf að ramba úr Eyðimörkinu yfir í Musterið, sko. Málið er að fara út í Eyðimörkina, sko. Já, það ekki hægt einhvern veginn, vegna þess að við erum okkar náttúrulega gerð að vera hópdýr. Við náum ekkert út úr þeirri hugsun. Ef þú næðir því, þá værir ekki að gera live-vídeóin þín, þú værir ekkert að skrifa Facebook stöðuferðlur. Þú næðir sjálfur ekkert að frelsa þig frá þessu. Þess vegna var ég að segja, þú veist, við erum að tala um svipaðan hlutin, þá við notum annað orðfæri. Það að vera hrekklaus sem dúfa og hvað heitir það? Eins og snákur. Falslaus eins og dúfa og kjarn eins og höggormur. Kjarn eins og höggormur, já. Að sko... Ég man ekki enskuna. Sko, töfrakóktellinn Eyðimörkin, hvenær drepur maður mann og hvenær drepur maður ekki mann og hálsögni biskupinn á Hólum. Já, þetta hinn heilaga töfra uppskrift víkingsins. Ég ekkert viss það, en það sem ok, ég meina, þú veist, pælingin stendur og þá eftir að koma í ljós hvað kemur út úr henni. Ég hef reynslu af því að þú hefur verið með pælingar sem tók mig langan tíma að sjá viskuna á baku. Svo fá nú smá hól. Margir af mínum drykkjum eru mjög beiskir í byrjun, en svo verða þeir það vont en aðvenst. Já, það ekki vont. Það bara, þú veist, það bara það sem við erum að gera. Við erum að pæla í hlutum, við setjum hluti fram. Sumar hluti sér maður á mismunandi hátt og mismunandi tíma. En sko, hvað hét hann aftur þarna biskupinn á Hólum? Jón Arason eða? Jón Arason. Og Jón Hreggviðsson. Það allt sem að Jón. Sko, þú ert af einhverjum ástæðum, þú veist þetta, að því ég pæla alveg í þessu. Þú ert hópdýr, en þú ert líka einfari. Það þannig. Þú ert til dæmis, segjum dæmi. Það fíll. Ætlar að fara einn og drepa fílinn, eða ætlar að fá 10 aðra með þér og drepa fílinn. Og ætlar síðan að skipta fílnum réttlátlega á milli allra 10. Nei, ég fann hann. Ég á að fá 2 hluti. Þú ætlar að koma og segja, nei, sko, fíll hóks, við hefum ekki að veiða hann. Farið þið bara og róið eftir fisk. Ég þarf ekki að veiða fílinn, ég bara hina 10. Ég fór á afgreiðslustað fyrir nokkrum dögum og kona að afgreiða mig og kona á okkar aldri og þetta var svona afgreiðslustaður sem starfsfólk talar helst ekki í viðskiptavinni
en þessi manneskja hefur líklega vita hver ég eða eitthvað. Það gerist orðið æ oftar að fólk veit hver ég þegar ég einhvers þar. Og hún fer að tala mig það hvað heimurinn sé að fara til fjandans. Og þegar ég að þvælast, og til þess að ég fer oft í sund, og þú veist hvernig það að fara í sund á Íslandi, fólk tala saman í pottinum, og það eftir ekki jakkafötum, þannig að það allir jafnir í pottinum, sko. Og það svolítið skemmtilega samræður sem oft myndast í pottinum, svona milli ókunnugs fólks, og ég gaman að því. Og það svona svipað eins og The English Pub, það allir jafnir á The English Pub. Og þú veist, maður fer víða og maður hittir fólk, tökum bílinn aftur, þú veist, ég fór á 4-5 staði út af því að maður byrjaði að ryðga bílinn. Og ég vildi fá aðstoð frá einhverjum með reynslu til þess að bletta hann. Ég vissi ég gæti farið með vírbusta og gert þetta með svona MyStyle, en mér langaði til þess að það væri gert af einhverjum sem hefði meiri þekking á þessu, meiri reynslu. Því ryð getur verið bölvanlegt þegar það búið að festa sig í bílum. Og ég vildi láta fara svolítið ofan í þetta og ég fer á 4 staði, minni mig, sem voru bara í þessu að ryðbæta bíla og bletta bíla og sprauta bíla. En allir segja með þessi bíl verðlaus. Það kostar þetta mikið að taka hann í gegn til þess að vel sé. Og það miklu betra fyrir þig bara að handmála vélalakki yfir þetta, setja smá vírbusta í þetta fyrst og handmála vélalakki yfir þetta og leyfa bílnum bara að grotna niður í rólegheitunum. Þeir var drullu saman. Þeir horfðu bara á einhverja starf hitti á náunga. Ég veit svo ekki hvað pælingin sko. Svo hitti ég á náunga sem sagði við mig, heyrðu, ég skal taka bílinn. Og hann fer í bílinn. Og hann gefur mér bara tölu og stóði töluna og hann fór í ákveðna hluti og gerði þetta bara flott. Svo hitti ég á reyndar annan gaur daginn sem í þessu líka. Báðir gaurarnir eru bara með sitt vesta, en þeir eru ekki svona fagmenn, sko. Þeir eru jafn góður og fagmenn, þeir eru bara ekki með einhvern próf. Og hinn gaur sagði við mig svipaðan hlut, hann sagði að þetta fyrir 2 árum, sko. Og þeir voru allir búin að vara við mig að þetta myndi koma aftur í gegn á 6 mánuðum. Það tók 2 ár að byrja á 2 stöðum að koma eitthvað í gegn og ég fór aftur á 3 fagmenn og allir sagði, þetta bara ónýtt drasl og kostar svona mikið að heilmála bílinn og bara, þú veist, keyrðu þetta bara út. Ég fór og talaði við einn gaur sem ég var búin að frétta og var einhver að mæla með honum og ég var að renna við honum og hann sagði, já, heyrðu, fyrir hérna þessa upphæð, þá ég til í að gera þessa hluti fyrir þig. Og reynda miklu meira heldur nokkur annar. Þú veist, hann var tilbúin að taka plastbrettin af og sjóða í og svona alls konar. Og síðan fór ég að fylgjast með, hann birtir með myndir af því sem hann gerir, sko, og setur á feysið sitt. Þetta finnir gauðra sem eru tilbúnir að nálgast bílinn sem verðmæti, en ekki upphæð á blaði. Hann 20 ára gamall bíll, þið langar að keyra hann aðeins lengur, þið langar að sjá hvort hann nái að verða Ford-bíll, þú ert tilbúin að borga fyrir það, ok, ég til í að hjálpa þér að ná þessum árangri. Vegna þess að ég sé að bíllinn er meira virði fyrir þig sem bara eintakið sem þú átt, heldur en einhver jafna á blaði. Og maður sér í gegnum allt þetta, þú veist, fólk sem tala við mann hér og þar, að það er fullt af fólki í samfélaginu, stór hópur af fólki, sem ekkert að velta upp úr sér einhverjum biblíusögum, það ekkert að velta sér upp úr einhverjum þvættingi frá UNESCO, þetta er bara svona gott fólk, það vill alveg börni sín, það er gott við makan sinn, heldur sem minnst framhjá, og allan passar enginn að komast ekki upp með sig, og vill bara láta gott að sér leiða fyrir aðra þegar þannig stendur á, vill náttúrulega fá eitthvað fyrir ef það að gera vinnu og bara almennilegt fólk.
Það er rosalega mikið og svoleiðis fólki, bara almennilegt fólk. Já, flestir Með stjórnmálum, það er ekki með einhverja sannleikspredikanir í það er Hvað þeir eru? Það er eitthvað að fara að slitna ekki að krefjast þess hvort ég er bara rögla. Nei, þú veist, það er til svo mikið af alls konar fólki. Maður sér, Hvað þeir eru? Maður sér samfélagið. Það er svo mikið af fólki að gera góða hluti og það er margt gott í samfélaginu líka. Já, sjálfsög. Og þú veist, þegar ég horfi á allan þennan hóp, þú veist, fólki á þessu faglegu verkstæðum er líka gott fólki, þú veist, það bara horfir aðeins öðruvísi á verðmætinu. Þú veist, ég er ekki að gera lítið úr því, þú veist, það bara horfir á þennan bíl og segir þetta er bara drasl, þú veist. Þeir eru bara að vinna með öðruvísi verðmæti og annan verðmæti mat. En ef ég horfi á allan hópin, alla þekjuna, alla grasflötina, öll grasstráin sem að halda að þau séu eitthvað merkilega alveg fram að því þegar sláttuvélin kemur. Það er ákveðin lítill hópur af fólki sem er að spila á einhverja djöfullega sálfræði sem virkar. Líka hjá góða fólki. Líka á það fullt af almennilegu fólki sem að, þú veist, er bara gott fólk. Þú veist, það er, þetta er í hug, ein kona sem þetta er í hug allt í einu, sem að, þú veist, hefur gaman á Stöð 2 og hefur gaman á sápuóperum, hefur áhuga á því að pæla í stjórnmálum, þú veist, er með tipptopp svona fínt heimili upp á hús og híbýli. Hún veit alveg um samsærin. Hún veit alveg um aktivista flækjunar, hún hefur bara ekki áhuga að taka þátt í því. Því hún er búin að fatta svolítið. Hún er búin að fatta það að ef hún hefur yfirborðið sitt með hópismaliðinu, með þessum konformisma, leyfi börnunum, þannig komast börnin hennar milli skers og báríkjum skólan, börnin hennar komast síðan í það að verða sjálffullorðin og taka sínar ákvarðanir, hún fær að vera í friði með sitt heimili. Og svo stundum þegar hún fær kannski erfiða kjúklinga eins og mikið heimsókn, þá er hún gaman af því að hella upp á kaffi og hlusta á hann við að tala eins svona skrýtna hluti. Ég, eða þú, eða þessi manneskja, eða bílasprautararnir, eða starfsfólk í einhverjum stofnurum, við erum öll að reyna að lifa okkar lífi í friði, við erum að reyna að láta aðra í friði, við erum að reyna að eiga vitræn samskipti við aðra, þú veist, en það er einhver svona lítil klíka af illa einrættu fólki og önnur lítil klíka af nytsömum fávitum með mikinn orðaforða sem situr einhvers staðar við háborðið og gerir alla hina að fíflum. Svo náttúrulega koma ég og þú, spæ versus spæ, og segja mér að þið eru öll fífl og fávitar. Og þið eigið að ryðja háborðið og gefa okkur einræðisvöld í 5 ár. Fyrst kemur Axel og byggir múrveggi í miðbænum, svo kemur Guðjón og byggir til þjóðveldi í 5 ár og svo fara þeir út í eyðimörkina. Með ágóðan. Já, málið er náttúrulega það held ég sé mikill lykill að minni greiningu og það er ofbeldið Hvað er ofbeldið? Að þess vegna sagði Jón Reggvason blindfullur upp á fjallið, hvenær drepur maður mann og hvenær drepur maður ekki mann og þar gæti hann hugsanlega hafa átt við þú veist, þetta var bara sjálfsvörn þetta var ekki dráp, þetta var sjálfsvörn sem er ekki morð eða neitt slíkt og hvernig bregstu við ofbeldi þetta snýst allt ofbeldið. Hvaða ofbeldi? Og á meðan Hvað er ofbeldi? Við erum báður á móti ofbeldi, við höfum oft rætt það,
En við höfum aldrei rætt hvað það eða hvers vegna við erum á móti því. Ofbeldi þegar einhver nær fram því sem hann vill á kostnað annarra með afli og hinn aðilinn einhver hluta vegna beitir ekki afli á móti, annaðhvort hann veikari, sem sagt, hann hefur ekki aflsmuni til þess að taka á móti eða verja sig, eða hann svo heilaþveginn að hann að huglegum ástæðum beitir ekki ofbeldi á móti, sko, sem þá í raun sjálfsvörn, sko. Og þarna þessi fína lína, þess vegna hef ég sagt til dæmis ef ég fer í pólitík og það ofbeldi í hugmyndinni þá ónýtt, sko. Að sko, ef þú hlustar bara á þjóðfélagsumræðuna í þessu samhengi, það bara fólk að tala að sko, ekki taka þessu með ofbeldi heldur að taka hinu með ofbeldi og þetta allt saman bara endalaust umræður það hver á að verða fyrir ofbeldinu næst, sko. Og sko fyrir mér þá eru allar umræður eitthvað það alltaf þetta markaðstorg hugmyndana í raun ekki markaðstorg hugmynda heldur markaðstorg ofbeldis. Og þessna, sko, það svo mikill vísdómur í þessum orðum, hvenær drepur maður mann og hvenær drepur maður ekki mann, sko. Að sko bara að það sé á hreinu, í þessum þáttum erum við náttúrulega að tala fræðilega, ég ekki að segja dreptu mann eða neitt slíkt, bara það sé alveg á hreinu, sko. Ekki frekar en að skáldsagna sem skrifa morðsögu ekki að mæla með morðum. Að sko til dæmis með eitt dæmi sem við höfum talað stundum sem barnaverndarnefnd. Já, ég segi sko eins og með fólk sem að fer undir merkjum einhverja barnaverndarnefndar eða eitthvað slíkt og tekur börn af fólki. Ég lít ekki á það sem glæp ef að foreldrarnir drepa þetta fólk. Ég lít á það sem hreina sjálfsvörn, sko. Og þarna ég sé ekki að ef að einhver fer á bát og fer að veiða fisk og það kom einhverju plebbar og það koma þá einhverju plebbar og fara að reyna að stöðva hann. Ég sé það ekki sem glæp að þessi einstaklingur endi líf þessara plebba sem að stöðva hann í að gera sjálfsagða hluti, sko. Að sko hluti af lömunarfræðinni eða lömunarveikinni er framgangsaðferð ofbeldis, sko. Að sko að að það ekkert markaðstorg hugmynda, það bara markaðstorg ofbeldis. Sko, ef að, þú veist, tökum hundin minn. Hún ægilega blíð. Hún Káta. Hún ægilega blíð. En hún svona frekar smágerð, hún 14 kíló, frekar lítill hundur. Það hvarflar ekki að henni að vera vond við neinn. En ef þú ferð með henni upp á heiði, þá hún ekki lengi að þefa upp í hreiður. Og ef þú ert á svæði þar sem þú ert bara hringsóla, þá mun hún stúta 2, 3, 4 eggjum. Alveg, hún ekki eins og velta því fyrir sig hvort hún hafi verið að gera rétt eða rangt. En ég hef oft séð í hópnum innan hver annan, þú veist, sýna hvort það eru mikla tillitssemi og virðingu. Nú það þannig með hundana mína, þau hygg ekki við að vaða upp í rúm þegar ég að sofna.
þó þau viti að þau mega það ekki, þau labba aldrei hvert ofan á öðru. Ekki séns. Þau hygg ekki að labba hún á mér. Já. No respect. Þau labba ekki hún á hvert öðru. En það sko, hundar og hýenur geta átt afkvæmi innbyrðis og ef þú horfir á vídeó þar sem hýenur eru að drepa bráðuna sína, þær eru byrjaðar að éta innyflin úr bráðunni meðan bráðuna er ennþá lifandi. Það er ekkert verið að spá í neitt siðferði. Og við erum miklu grimmari heldur en þessi dýr. Og þegar ég er að horfa á það sem vorum að tala áðan, sko, með hvernig er búið að þynna út genin, þynna út blóðið, þú veist, við vorum að tala hérna fyrir 1000 árum þegar Íslendingar komu til landsins, þeir börðu hvern annan með bareflum eða deigum járnum, þeir voru að rífast hluti, eða það segja sögurnar. Segja líka sögurnar. En við sjáum þetta bara mjög víða, þar sem kemur fyrirbæri sem heitir lögleysa, að mannskepnan, hún sýnir ekki hvor annarri virðingu. Hún er miklu grimmari en allar rándýr. Hákallar gera mjög lítið af því skils mér að ráðast hver og annan. Skils mér, ég veit ekki nóg hákalla, þetta er bara fullir. En þú finnur ekki mikið þá krókódílar sé að reyna að drepa hvern annan. Þú finnur fullt af vídeóum þar sem að tígrisdýr og ljón hafa ráðast á krókódíla og náðu að drepa þá. Það er til tækna sem náðu að höggva vígtun ofan í heilabúðu. En nú sér maður svona menningafyrirbæri eins og Amis fólkið, sko. Þú getur farið upp að því og hellt Coca-Cola yfir hausinn á þeim og makað ís í andlitið á þeim og þau taka ekkert á móti, sko. Þau eru líka búin að heila þú sjálfa sig frá fæðingu. Í einhverju ideológíu. Já, en hins vegar, sko, ég var ekki búinn, sko. Þau sem sagt beita engu slíku ofbeldi. Hins vegar beitað útskúfunum, sko. Sem að er alveg gríðarlegt ofbeldi. Sko, ég er ekkert viss það. Að vera dæmdur til útlegðar er mjög gamall dómur. Sko, ef þú hugsar eitt til dæmis með sko, ef þú hugsar, ég hugsaði þetta líka, þegar allir fornmennir, þeir voru með útlegðardómur. Okkar fornmenn. Og við sjáum til dæmis að norður-amerískir indjánar, þeir beittu útlegðardómum. Þar voru sko, hjá okkur voru það 20 ár, en hjá þeim eru það 3 vetur, allan hjá sléttuindjánunum. En ef þú kemur í Pueblo-indjánuna, þá var beitt grýtingum. Þú sér það þegar maðurinn hættir að lifa villtur í náttúrunni og í svona tribal hunter-gatherer, þar beitir hann útlegðardómum. Þegar hann verður civilized, þá fer hann að beita manndrápum. Og nema hann réttlætir manndrápin með einhverju orðaskrúði og einhverju fyrirbæri sem heitir lög. Það sem búin til lögleysa. Við sjáum til dæmis að Sýrland er svona gott dæmum til að sjáum hvað meitlararsamfélagið græðir á Sýrlandi. Þeir hefðu getað skipt út Assad bara með einhverju pólitískri aðgerð. Þeir eru að gera eitthvað allt annað þarna. Og það er einhver allt önnur verkfræði í gangi heldur en fyrirsögnin að segja okkur. Það eru bara ryk. Bara eitt dæmi, við vorum áðan að tala til dæmis svona ethnic cleansing og genetist cleansing og hugfrjósemis svona hugargeldingu. En hvað með til dæmis sjáum við í Sýrland, ekki viljið lögleysu. Já, ég held reyndar, sko, það mjög fróðlegt að vinna hérna í útlöndum, sko, að í Noregi var ég að vinna töluvert með Pólverjum, ég var með Pólverja í vinnu heima á Íslandi líka og svo hef ég unnið með múslimum, sko, hérna í Svíþjóð og það vakti athygli mína hvað þeir sjá hlutina öðruvísi heldur en við. Til dæmis Pólverjarnir, þeir sjá allir að flugvél eins og fór niður með forsetana þeirra var sviðsett, sko. Þessi stjórnmálamann voru drepnir, sko. Þeir eru alveg bara með á hreinu, sko. Og þegar þú tala við múslima frá Kosovo eða Sarajevo eða þessu svæði þarna, þeir sjá allir NATO í réttu ljósi, sem stríðsklæpabandala, sko. Og
bara allir, þeir bara, já, NATO bara stríðsklæpa batteri, sko. Bara alveg með á hreinu, sko. Og það þetta sem að nuddast saman held ég að Tyrkland í raun, sko, í Kúrdistan, þá þeir að drepa, þeir að þurrka út síónista, upp frá síónistan, sko. Þegar að Erdogan hreinsaði út allar kanamellunar í stjórnkerfinu hjá sér, sko, kennara og allt draslið, bara allar kanamellunar, hann hreinsaði það bara út, allir handteknir, sko, að það þessir fletir sem að nuddast saman í Sýrlandi, sko. Og það merkilega að þessir vestrænu musteris plebbar hafa bara haldið áfram, sko, frá 1890 eitthvað svoleiðis, sko. Það ekkert fyrr og seinni heimsstyrjöldin, þetta bara allt sama heimsstyrjöldin, sko. Og það núna komið upp á móti, sko, mjög sterk öfl, sko. Þannig að hugsanlega fer að myndast eitthvað í jafnvægi, eða, sennilega hrynur þetta sennilega mun þetta vestaraveldi bara hrynja, sko, bara eins og spilavorg, sko. Og þá veit maður ekki hvort að hinir munu slá einhverju hefndarhönd, reyndar sýnist með frekar að þeir muni halda aftur af sér, þeir eru miklu síðaðri heldur en við á Vesturlöndum. Og þannig að, sko, Þú dagst aðeins út hverjir sem ég segi það? Austlendingar, múslimarnir og þeir sem að búa fyrir austan, sko. Þessi sem að síónistarnir hata út af lífinu, sko. Þá ertu að tala múslima frekar heldur en Rússa? Já, ég að tala þetta Rússland og Tyrkland og Íran og þetta dæmi, sko, Sádi-Arabía náttúrulega bara síónistan, sko. Já. Að og á sama tíma musterisregla síónista að koma fram í ljósið hjá okkur, sko. Þannig að það eiginlega, ég meina í Frakklandi. Það eru tveir punktar. Það eru tveir punktar sem eru að koma upp, sko, vegna þess að við erum náttúrulega að fara. Ég veit að þetta er svolítið ruglíslegt og tætíslegt sem ég að tala margt í kvöld, en það svona rauður þráður undirliggjandi, en ég veit, hann kannski nær að birtast, kannski ekki. Þegar ég horfi til þess á Rússland, að þú varst að tala þetta með austlendingana, já, ég löngu búin að sjá að það ákveðin hugafarsleg hreyfing innan Íslam sem hefur ekkert með súnni eða sía að gera. Súnni og sía bara fabrikerað. Og mér finnst áhugavert til dæmis að það mjög stór hópur af fólki í þeim heimi sem alveg að horfa mjög, að mínum mati mjög raunsætt á mjög margt varðandi þjóðfélagsverkfræðina. En eitt sem ég fattar daginn með Rússa og Austantjalslöndin að þetta fólk sem bjó við, sko, hardcore humanisma í 60-70 ár. Rússland lengur en hinir, lengur en Varsjá-bandalagslöndin, en við sjáum það var hún birti stelpan, ég man ekki hvað hún heitir, hún með New Earth-vídeóin, þar sem hún að skoða gamla monolitha og gamla rústir og svona dót, svolítið skemmtilegt efni. Og hún víst svolítið spiritual og mér finnst það ágætt, hún ein af ayahuasca sötrurunum. En Morris birti kafla úr autobiografinu hennar. Ég var nú að reyna að leita að þessu autobiografi daginn, því að það audio. Þegar sem hún var að fjalla æsku sína í Búlgaríu. Og ég prófaði að skrifa bæði henni og Morris til að finna hann kafla aftur, en þau svöruðu mér ekki. Og ég fell að fúlli við því, því að mér langar að hlusta á hann kafla aftur. Því að hún fór í gegnum hvernig það var að búa í Búlgaríu á tímum kommunismans. Því hún tók fram að sko, fólk Austantjalds að upplifa rosalega mikinn kontrast. Að á þessum tíma varstu laus við mjög margt sem í gangi, svo GMOs og alls konar heilaþvottur í fjölmiðlum sem að þau voru laus við. Þau voru náttúrulega með aðra heilaþvotta, eins og stelpa sem ég deyta einu sinni, sem rússnesk og búin að búa hérna í 20 ára eitthvað. Að hún sýndi mér til dæmis á YouTube, þegar hún fer á YouTube þá hún að fara í gömlu
gömlu teiknimyndirnar sem voru sýndar í Rússlandi þegar hún var krakki. Hún sagði sjáðu sko, teiknimyndir voru notaðar mjög mikið sem partur af námi handa börnum í Rússlandi og ég sagði, var þetta þá ekki bara allt saman heilaþvottur? Hún sagði, nei, það fullt af efni þarna sem bara svona common sense það að vera heilbrigð manneskja í heilbrigðu umhverfi. Og hún sagði, ég ennþá að horfa á þetta og rifja upp margt af þessu og gaman að þessu. Og svo sýndi með dæmi hvað margt af þessu var vel gert. En í þessu ljósið þá fór ég að hugsa, sjáum Rússland í dag, hvað Rússar að koma sterkir fram, hvað fólki sem að berjast fyrir ákveðnum breytingum í Úkraínu, þar sem berjast gegn NATO í Úkraínu, fólk sem að standa þétt við hinn svokallaða einræðisherra í Hvíta-Rússlandi og til þess í Úsbekistan, Kazakstan, Tadžikistan og þessum löndum sem eru múslímaríki, sem eru gömul Sovétríki, hvað er kyrrt með þau, að þannig allt fólk sem í dag að upplifa nýjan heim laust við húmanisma. Það ennþá húmanismi hana, hann ennþá, the secular government, við sjáum til þess að Rússlandi mikið að leyfa kirkjunni að fá aftur vægi til dæmis. Múslímsku ríkin eins og Tadžikistan og þessi ríki eru að leyfa sínum moskum að fá vægi. Við erum að sjá, ég svona óbyrgt að taka undir með þér þessa, það eru afl á móti afli, sko. Og þú hefur örugglega því þú horfir á vídeóin minn tekið eftir þegar ég var að pæla í hvort að þetta tengist einu svokölluðu spámönnunum tveimur í Opinberunarbókinni í kafla 11. Hvort að það séu þarna við hægri og vinstri öflin, hvort þetta sé lýsing af þeim, að vinstri öflin eru búin að fá að nauðga heiminum í rúma öld, hvort að hægri öflin fá að nauðga heiminum svo í aðra öld, sko. Ég veit ekki, ég bara að hugsa upp á þetta, en annað sem kemur upp þarna að við sjáum þarna átök menningarheima sem eru svolítið að make a sense. Við sjáum til þess að fólkið í kringum okkur í mainstreamnum, það algjörlega, það sér ekkert út fyrir NATO-heilaþvotti. En ég sé líka það sem vorum að tala í upphafi þessara köfunar, að mjög margt sem við höfum komið inn á. Ég hef tekið eftir, sko það eru litlar hugarfarsbreytingar, eins og ég var til Neil Ferguson, ég hef séð, þetta náttúrulega ofurmeiklari, ég hef séð viðbrögð frá gaurum eins og honum, sem eins og bara svör við sömu af því sem við höfum verið að vinna með. Hvernig það eins og, sko, það sem fólk áttar sig ekki á að frímúrararnir horfa ekki á þessar 3 rásir sem eru vinsælastar. Þeir horfa á, þessar 30 rásir fallast inn í þessar 3 kategóriur. Svo þeir þurfa bara að hlusta á 3 aðila úr þessum 3 kategórium. Þó að 20 milljónir hlusti á þessar 3 kategóriur. Síðan eru 4 aðilar sem að ranta og þeir falla í 2 kategóriur. Ég er uník í heiminum. Það bara, við erum inn á þessu borði. Hvað er fólk að tala um? Og svo sjáum við, þarna og það flett ofan á UNESCO. Cornelia Ferreira, hún náði ekki að fletta ofan á UNESCO. En við náðum að fletta ofan á UNESCO. En hún kom mér í gang. Og nú sjá þeir, og það bara tímaspurning á næstu 5 árum að það fari 1000 rankarar að fletta ofan á UNESCO. Loftskatturinn hefur ekkert með climate change. Þeir eru að rífast climate change real? Er climate change ekki real? Nei, þetta hefur ekkert með það að gera. Þetta hefur að gera með loftskattinn til UNESCO. Leið og þú nærið að skipta fókusnum á hvað þetta frá til dæmis pólitísku blekkingunum, vinstri hægri. Þetta bolsévikar annars vegar og mensjevikar hins vegar. Þetta eru báðir kommunistar. Þetta snýst bjúrókratið þeirra og heilaþvottinu þeirra. Þetta snýst gjallavaldið, gjaldheimturöskunin, reglugerðarfjallið og hver á að kenna börnunum. Eins og fólk núna að gera grína barnevernet í Noregi. Já, svo sker brauðsneiðina 0,25 mm eða barnið verður tekið af þér. En það má kannski segja, sko, þar sem að 2 gaurar að ranta í djúpköfun, þar eru 7 frímúrarar.
Nei, já, en nú bara að segja, sko, að það greinilega, ég er ekkert að reyna að gefa mér eða þér medaljur. Ég nenni ekki egoismann, en... Þetta ég með doktorsprófið mitt hérna á vegnum, ég kemst ekkert lengra en það. Ok. En heldur, það sem ég er að sjá, mér finnst það trústyrkjættir að það hefur áhrif að bera vitnisburð. Já. Það hefur áhrif. Alltaf. Og af því þú veist, átt að vera á deyðumerkina, átt að koma aftur í musterið, ég held að þegar þeir koma aftur í musterið hafi þeir verið að fatta á deyðumerkinu, heyrðu, mig langar í vilju. Ég ætla að fara aftur í musterið, predika smá, ná smá hlut af musteris skattinum og fara út í eyðumerkinu og byggja mér vilju. Já. Vegna þessna var ég að tala um Soros. Það er ekkert gott eða rétt. Það er ekki þú átt að gera þetta. Það er ekki þessi dygð eða hinn dygð en einhver önnur dygð. Það er engin sannleikur. Það er bara vilji. Þar svaraði Jesú því að gerðu öðrum eins og þú vilt að þeir gjörðu yður, eða ekki? Er það ekki bara common sense? Þú myndi uppskera eins og þú sáir í þeim skilningi. Já, algjörlega. Nei, ég held að sko reyndar þetta virðist reyndar að vera sko að ofbeldisöflin eru meira að fara bara í þær áttir jafnvel að loka fyrir YouTube sko. Já, ég mýst allt í lagi. Ég fór að inn á Steamit og DTube daginn. Já. Þú veist, það er algjör hauga blekking maður. Menn voru þegar þarna getur verið frjáls, þarna getur verið sensort og svona, nei, ekkert. Máttu bara koma í klámsét í henni þar sem ég er. Ég ætla að fara þessa leið sem þú ert búin að fara og með enskulinni mín. Ég er nú búin að loka Street Rock. Ég ætla ekki eins og endur nýja það. Ég er bara að skera niður. Ég á miklu fleiri lénir ég þarf að nota. Og ég er komin á einhvern veginn að stað að þetta skiptir ekkert máli. Mér finnst gaman að ranta núna af því að ég var með agendu. Svo fattaði ég daginn, ég lýst yfir, ég er ekki með einn agendu. Ég sagði, þú ert ekki búin að vera með agendu? Jú, ég fleygði henni. Fleygði öllu hisminu sem kom með henni. Já, þetta er náttúrulega eins og bara með lífið, sko, eins og ég var að segja á þann, ég hef alltaf verið þannig að maður bara gera eitthvað, sko. Já. Og sama er með þessi rönd og þetta frelsi TV, að ég bara gera eitthvað, sko. Og eitthvað sem ég finnst gaman að, sko, þess vegna er ég til dæmis, ef mér langar ekki að gera efni, þá bara kemur ekkert efni, sko, eins og við verum alltaf, fólk hefur fundið fyrir núna alltaf. Að ég bara gera eitthvað sem ég hef gaman að sko. Og ég hef svolítið gaman að þessum djúpköfunum sko. Og ég hef reynda svolítið gaman að dýbetunum við harmagrættunar sko. Og ég hafði á sínum tíma svolítið gaman að líka jafnvel að tala þarna á útvarpi Síón að ég er eiginlega búin að missa allt álit á þeirri stöðu sko. En það er máli, bara að gera það sem maður hefur gaman að sko. En ég held að maður eigi að reyna að vera sjálfbær í eyðimörkinni sko. Að maður á að það er það sem ég er að reyna að gera. Já. Er að vera eyðimerkur hæfur. Þetta er gott orð. Þetta er gott orð. Og þetta var akkurat á naglum, vera eyðimerkur hæfur. Já. Og síðan þá, ég reyna að gera þetta svona leikrænt sko, þá ertu í jafnvægi sko, þú ert með basa og þá getur þú farið og ausað sko úr musteris drullunni sko. En þú ert stabíll. Nú ertu að frjósa, já. Já, þú ert sem sagt með fótfestu sko. Já. Og það er það sem maður sér þetta greiði fólk sem er
í 1-2 klukkutíma bíða til þess að komast í bæinn þess að rukka eitthvað, sko. Það bara, oh my god, þú veist, akkur skiptur ekki lífstíl. Þú veist, þess að ég var þarna ég segi sko eins og Íslandi, veist, maður var bara orðið svo neikvæðar og vælandi yfir öll og nöldrandi yfir öllu, sko. Það var nú hluta til ástæði fyrir að ég ákvaða að fara bara, veist. Bara leita ykkur. Og ég fullkomlega segur að taka þátt í því að vera nöldra og vera neikvæður yfir öllu. Ég svo sannlega búin að vera að synda í þeim sjó, sko. Já, þetta svona, þetta svo bara með hjónaband, þú veist, sambúð, að vera í ykkur sambúð sem bara nöldrað allan daginn yfir hvað þetta allt saman ómögulegt. Og það var bara, akkur ferði ekki? Já, það rétt fyrir, sko. Gerir ekki bara eitthvað annað? Og ég var einmitt þarna á stífbíli þegar ég var að hugsa svolítið einmitt þegar ég var að eyða vídeónum mínum og ákveða svona new beginning. Hvað þeir það komið svo mikið að helvitis frímur með á línuna hjá okkur? Ég sagði að þetta ekki bara búin að einmitt að vera allt og neikvæður og allt og mikið að fjasa allt þetta neikvæða og vonda og vissan átt verð. Hvað þeir það fara að slitna svo mikið? Átt verð það og já, þetta er Kasminni og Vivaldi. Já. Það bara svo margir frímurrar komur á línuna. Helvitis pakk. Ég fór svolítið að hugsa, sko, ekki komin tími til þess að prófa aðeins að horfa á heiminn með augum meðvirkafólksins. Ekki bara allt í lagi að vera bara þar alveg eins. Ég meina þau að meika það. Þau eiga heimili og vinahópa og fjölskyldur og frama og afkomu og þau örugglega að gera eitthvað rétt, sko. Jafnvel með þessu sturlun sína með barnavaldanefnd og skattheimta með valdi og heilahottur í skólum og svona. Ég meina þeim, þú veist, á yfirborðinu virðist öllum líða voða vel. Ég hundleiður að þessu. Að vera hérna hólérðan þá í einhverjum kofa upp á fjalli, sko. Þegar ég var heim á Íslandi þá kynntist ég kelling sem bjó í blokkinni, þar sem ég bjó eitthvað tíma. Og hún var frá Filippseyjum, sko. Og og hún var alltaf svona, það var svo gesturinn, hún var alltaf að bjóða mér í mat og svona, sko. Ég bjó nú einn, sko, og það sem mikla áhyggjur, ég var alltaf einn, sko. Hún var alltaf að finna einhverja kellingu að handa þér. Já, svo var alltaf stelpunar að flaður upp mann, sko. Og alltaf leið með það og svo. Þetta góða konur frá Filippseyjum. Já, svo var ég að tala við strákana frá Filippseyjum, sko. Og þeir voru voru svona eintali nokkrir og þeir segja, rosalega öfundaði þig, Axel, maður. Ég sagði, nú, já, það með ykkur þess að hvítu kalla, það vilja allir ríða ykkur, sko. Ég bara, hvað meinarðu? Ég frá Filippseyjum, það vil enginn ríða okkur, sko. Og ég sagði, hvað með svörtustrákana, það vilja allir ríða þeim, nei, það ekki þannig. Það bara ákveðin mjög þröngur hópur sem vill þá. En hann sagði, allir vilja hvítukallana, sko. Bara allar kellingar heimsins vilja ríða ykkur, sko. Og ég var svona bara, já, heyrðu það. Það bara nokkuð góð staða, sko. Það kemur bara í forskot, sko. Og og þá fór ég svona að velta við, hvað maður að þráast við þessar feminista á Íslandi, sko. Bara, nei. Þetta hefur rætt á þér. Maður þegar búin að vera á föstu með 2 útlenskum konum eða fleirum, þá lítur ekki við íslenskum konum með. Já, það er fullt af góðum íslenskum konum, ég ekki að segja það, en Já, með fullri virðingu fyrir þeim sem í lagi, sko. Það bara samt sem áður, að, þú veist, konur á Íslandi sem ég kynnt sem eru í lagi, eru ekki orðnar sturlaðar, þær eru með heila bunka af hús og híbýli og kastljós þáttum í hausnum á sér. Já, það er líka, það með íslenska konur, sko, þú getur kynnst íslenskri konu og hún alveg svona í lagi og markmiðin alveg í lagi og svo eftir svona 5 ár þá bara, fara þær, dragast þær aftur að seglinum, sko. En málið það, sko,
ég rosalega hrifinn af þessi Morris að gera. Með, Að fara til Kambódíu. já, þú varst að tala um þetta með daginn. Hann snillingur, sko. Já, hann er það er engin spurning. Og ef ég var ekki með svona yndislega konu hérna, sko, og þetta gengi ekki svona vel hjá okkur hér, og náttúrulega börnin alveg yndislega og allt það, að þá væri ég sennilega á leiðinni til Kambódíu eða eitthvað svona land, sko. Nú er að slétna aftur. Birta er að minna á sig, það þýðir að henni Já. Það er mjög sjaldan sem hún minnir á sig, sem að þýðir það er rétt fyrir mig að fara að drífa mig út með það. En þar er kvöldskamturinn kominn, sko? Nei, þetta var Hvað segirðu? góð djúkkvöld, skemmtileg kvöld. Já. Þetta var góð kvöldin hjá okkur, það var gaman að skella. Fórum við það. Það eru nokkur gull Eins og fólk tekur eftir, þá er ég sjálfur eitthvað staðar í einhverju hringiðu með hausinn á mér, ég næ ekki alveg. Það er svona eitthvað uppgjör í gangi með mjög margt í einu. Já, nei, þú ert bara Já, það er bara eins og það er. Það er alls konar öldur í sjónum, sko. Já, allir eiga tímabilum. Ég finnst mjög gaman að þessu. Ég er að gera uppgjör á og þú veist hvað ert að gera, hversn ert að því, hvaðan ert að koma, hvert ert að fara. Ég er svona bara að gera þessa hluti upp og mér finnst mjög gaman að því. Það er svona ákveðið endurmat í gangi og meðan þetta er í gangi þá er ég að upplifa það, þú veist, ég man ekki orð og hugtök sem að mér er samt að nota og ég er að horfa á það og það er greinlega eitthvað í gangi og það verður gaman að sjá hvað kemur út í. Já, ég meina, horfa á Morris þarna á mótorhjólinu rúnta sveitirnar og þetta er svo mikið snilld, maður. Hann er Morris. Ég bara, þú veist, eins og ég segi, það lýsir mikið gæðum konuna minnar að ég sé ekki farin, sko. Já, ég er mikill aðdáandi Morris, við erum það báðir. Já. Og það eru fleiri lönd, sko, í þessum stíl, sko. Náttúrulega Víetnam, örugglega fínt að fara þangað líka. Þú veist, þú getur fengið 1 hektara í Kamchatka, á rússnesku stjórninni, og byrjaði að búa. Já, meðal annars. En þú sér það þegar hann er að keyra, það er alls þetta líf og markaðir út allt og þetta er alveg snilld, sko. Og mjög gaman að þessu og svo er líka gaman að því þegar hann að fara hér og þar, tala við fólk og segja okkur líka frá hvernig fólk lifir þarna og annað. Já. Og bera saman hvernig líka verið að hefja ákveðna svona heilaþvottar innreiðin í landið. Já, þetta er mjög áhugavert. Morris er lífssnillingur, sko. Svo er hann með litla barnið sitt þarna. Og hann á tímabil hræddur að hann myndi missa það á hausinn, sko. Hann verður ekki sín mynd af konu sinni, sem var. Nei, það er óþarfi, sko. Og too private. En litla barnið er algjör blessun, sko. Nei, þetta, þú veist, ég veit ekki, ég bara, í staðan fyrir að vera neikvæður og reyta hár mitt út á daginn inn, sko, þá ákveð ég bara að fara að gera eitthvað annað, sko. Og það er bara blessast mjög vel. Já, maður er svona búin að koma á þennan stað, maður fattur að það er allir uppteknir af því, fólk verður að vakna, fólk verður að skilja þetta, fólk verður að gera hitt og það er engin munur þannig séð á vopnuðu aktivistunum eða búlunum sem er að stjórna lestinni, það er allt sami messiasakomplexum. Og það er búið að taka mann 5 ár að tala sjálfan sig út úr því og það er rosalega góð, það er óbúslega, ég er að upplifa allan núna, mjög mikla frelsistilfinningu frá öllum hugmyndum, frá öllum þættingi, þetta er bara allt þættingur. Space er hoax, sko. Og þú veist, ég held ákveðnu dauðahald í ákveðnu hugmyndir en ég er að endurskoða þær allar. Já. Þú eru komin í snjókomin í eyðimörkina og nú veist það. Ég er búin að vera á eyðimörki 10 ár en þetta er búin að vera mikil ganga. Maður er búin að fara í gegnum svona lagskiptinga til lagskiptinga til lagskiptinga til lagskiptingu. Já. Og sumar lagskiptingar þannig að vera mjög þykkar og maður er búin að fara í gegnum
sko, þú veist, maður hefur kynnst fólki sem hefur upplifað þetta saman, að lenda í því að verða svona eins og sko, samfélagi keyrir á því eins og strætó. Og það dettur niður í gegnum fyrsta lagið og kannski í gegnum næsta lagið. Maður upplifir eins og ég hafi dottið í gegnum mörg lög, en maður sér að margir sem að dottu upp í gegnum fyrsta lag eða annað lag eða kannski þriðja lag, að þeir festast þar og reyna að klifra aftur upp í messiasakomplexin og eru í svakalegri þjáningu. Og ég er að upplifa, mikið er ég fegin að ég leyfði sjálfur mér að falla í gegn. Hvað heitir þetta? Það var einhvers staðar einhver bók sem var svona, einhver gaur fjall niður í gegnum svona, var það ekki hérna Snæfellsjökull eða eitthvað svoleiðis. Svona datt inn í eitthvað eldfjall og það var allt í einu komin inn í, það var einhver saga, ég man ekki hver höfundurinn var, það var einhver saga sem var þetta, það var einhver gaur sem fór í eitthvað svona eldfjallið, eitthvað fjandan og hann svo dettur onni gegnum eitthvað og hann allt í einu komin inn í jörðina og þar sólin í miðjunni og bara allt annað mannfólk sem bara lifir innan í jörðinni, innan á jörðinni eins og innan á ekkjaskó. Ég man ekki hvað hann heitir þessi saga. Það fullt af fólki sem trúir að þetta sé þannig. Ég held að þetta sé sko, það eru þeir sem eru bara í bílaröðinni að keyra niður í bæ til þess að rukka eitthvað sko. Og svo eru hinir sem að eru að hlaupa á milli eyðimerkurinnar og musterisins sko. Og eru að örmagnast á þeim hlaupum fram og tilbaka sko. Þú verður að geta lifað í eyðimerkinni sko. Annars ertu bara að hópist að plebbiði sko. Þetta eitthvað sem ég ætti að vinna úr. En setningin þú ætti að vera eyðimerkur hæfur. Ég tengi vel við það. En maður sér, þú veist, við verðum eiginlega að segja stopp hérna. Birta mjög ákveðin í að Birta minnir aldrei á sig þegar ég verið með köpum. Hún mjög mikið þolkæði. Ef hún minnir á sig, þá ástæða fyrir þið. Já, ég þarf að fara að sofa líka. Ég vinn á næturnar sko, eins og í dag sko, þá var ég eiginlega ekki nógu þreyttur til þess að sofa, en samt, ég var of þreyttur til þess að vinna, en samt ekki nógu þreyttur til þess að sofa sko, en ég svona fastur einhvern veginn milli skips og bryggju sko. Þannig ég fastur milli skips og bryggju. Þú reytir á þér viskustykkin í dag sko. Er það ekki alltaf þannig? Ég held að drukna einhverju viskustykkjum sko. Þú ert misöflugur í því sko. Já, eðlilega. Það mismikið að drullu sem það að þrífa upp sko. Ég hæli ekki Axel sko. Það ekki séns. En þar ég alveg einfarum það. Ég alveg eyðimerkur hæfur sko. Ég þarf ekki að hól frá neinum sko. Það alveg að reyna. En ég held að sé leyndardómur þarna með okkur kallarnir að koma aftur í musteri þegar þeir vita að það tilgangslaust. Já. Það svo gott að setja í musterisórunnar sko. Það svo fínar sko. Það leyndardómur þarna. Já. Sko eins og Jóhannes skýrari, söfnuðurinn hans ennþá til, það fáir sem vita, það svolítið merkilegt. Það nokkur þúsund manns í söfnuður, það búið að vera til þessu söfnuður allar götur síðan kallinn var. Og þessum söfnuður var næstu því útrýmt í Íraksstríðinu, það nefnilega svolítið merkilegt. Að kaninn nánast útrýmdi Jóhannes skýrara söfnuðinu, stærsti hópurinn í dag einmitt í Bandaríkjunum, þeim var hlíft. Og sko, ég gerði einhvern tímann í randi þar sem ég var að pæla í Jóhannes skýrara og ég hélt í fram að kallinn hefði ekki verið við Jórdan, hann hefði verið við Everett. Og hann hefði verið búinn að þvælast allan Arabíuskagann og svona. En þú sér að sko, hann fer út í eyðimörkina, hann klæðir sig þessu kameldýrafeldi og étur engisprettur, síðan kemur hann að ánni, hann fer ekki möstir, hann kemur aftur að ánni til þess að segja eitthvað fyrir. Fólk kom til hans í ánni, en það eina sem hann að segja við fólki að það þarf að skýra þau, punktur. En við sjáum til dæmis að flestir lærisveinar Jesú eru fyrirverandi fylgjendur Jóhannesar.
flestir þeirra, ef ekki allir. Og Eyðimörkin ég, er leyndardómurinn, sko. og ég hef oft verið að velta fyrir mig sko, hvað þarna að gerast, vegna þess að ég veit ekki nógu það. Það er eitthvað meira. Ég hlakka til þeirra kemur. Já, það er náttúrulega, það er þetta, sko, það er eyðimörkin eða musterið, sko. Já, það er of einfalt, ég kaupi það ekki, en fullyrðingin stendur. Eða vinnum- þriðaliðin, sko, eða örmögnunin á hlaupa þarna á milli. Getur verið. Allt þarf að vera þrennt, annars stenst það ekki í skoðun, sko. Það er eyðimörkin og það er musterið, það sem allir er að keppast við að rukka hvern annan og þurfa að bíða í röði í 2 tíma á dag til þess að komast á rukkunamarkaðinn, sko. Og svo er það örmögnunin þarna á milli, sko. Það ertu komin með sko, þú færði ekki fleiri viskulstykki í kvöld. Það er bara, nú er ég að fara út með byrstu. og salku, og sunni. Já, ég er alltaf spenntur að sjá, sko, responsi frá þér, sko, eftir djúpkafanir. Þetta hef ég heilt frá fleirum. Það var maður fullt af fólki sagt við mig, fullt af fólki, bestu vídeóin þín eru næstu dagana á eftir djúpkafan. Já, Ég þoli ekki þegar ég er gegnsær. Nei, það er... Ég ég ætti mjög auðvelt með að labba bara á tippinu niður Laugaveginn, sko. Ég er nefnilega ekki spírrættur, sko. Notast þú? Hvað segir, ættirðu mjög auðvelt með að... Labba bara á tippinu niður Laugaveginn á Íslandi, sko. Ég myndi ekki kipa mér upp með það, sko. Ég er einhvern veginn alveg laus við að vera spírrættur, sko. Bara veist að allir myndi vera svo öfundsjúkir, sko. Við stoppum hér, það komið svettgalsíður. Já, en þú varst ekkert búin að responsa við þannig að kynsallið á þvottavélinni á þér. Ha? Veitu, hvað var það aftur? Já, nei, það er bara eitthvað vitlaust. Ég á eftir að gera vídeó. Sko, þetta er vitlaust. Svona. Alltaf ég heyri þvottavélina þessi, ég byrja alltaf að koma með kommenta á þetta. Já, nú voru hann að vera búinn. Nei, ég var búinn að gleyma þessu. Ég þarf að sækja eldhúsrúlluna. Ég var búinn að gleyma þessu athugasemd. En nú er hún skrásett. Helvítis klámvídeó, það er alltaf, þetta er bara tómt klám. Nú ringir einhver frímúrarinn í YouTube, hann er bara með klám með þessu þvottavél hjá honum, já, þetta er klám. Þetta er myndlíking á rýðingar. Það er allt loka hjá þér, sko, bara. Og það minnir mig á þá núna hef ég innreið með sálfræðikennslu í skólum meðan verður að gera allar kerlingum. Já. En ég verð að rjúka, ég bara verð að hlýða. Já, við heyrumst félagi. Og ég bara takk fyrir mig. Já, takk sömuleiðis, við heyrumst fljótlega aftur. Já, við gerum það. Ok, bye. Já, takk fyrir komuna, kæru hlustendur. Það er akkurat 7 að horfa núna, frímúrararnir. En ég þakka ykkur fyrir stuðningin. Ég fekk eitt stóran stuðning frá mjög indælum hlustenda. Þakka kærlega fyrir það. Og það er ákveðin hópur sem að styrkja mig alltaf reglulega. Ekki mjög stóra hópur þetta, en það er ákveðin aðilar. Og ég er mjög þakkláttur fyrir það. Það bjargar oft málum, sko. Og endilega dreifiði myndböndunum sem víðast. Það er náttúrulega, ég er í þessu shadowbanni, YouTube og Facebook og allir eru með svona gaura eins og mig í ákveðinu skugga, þannig að myndbandi mann sjást ekki. Og já, og bara gangi ykkur vel í lífinu og reyna að komast út úr hringekju andskotans einhvern veginn. Takk fyrir komuna. Góða nótt.